komið heil og sæl. Kom daginn. Ekki eftir dark í dag. Nei, chess 30 gráður úti. Chess pre-dark á þessum fallega júlidegi, laugardegi. Ég að fara erlendis. Já, einmitt, þannig að við erum aðeins að... Við þurftum að sparka börunni. Já, við taka þurftum að... þátt. Já, og það ekki og kóngurinn líka á landinu. Kóngurinn á landinu, þannig að það myndaðist gluggi. Talandi glugga, strúktúr. Seta strúktúr, gluggar, hurðir. Sér hana fyrir Íslands veðurfar. Já. Og ég segi raun og veru, sko, byrjaði þetta upplónu, færði yfir í Legoið og svo þegar það var fullorðin. Það færði í strúktúr einingáhúsin. Lego fyrir fullorðina. Lego fyrir fullorðina. Ég var að hella mér í eitt bútvars. Sá albesti. Já. Sá albesti. Kom betur að því á eftir. En við við ætlum að byrja á því að kynnin hennar frábæra gest. Magni Fannberg hóf nýverið störf hjá Norrköping sem spilar í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Mikið Íslendingafélag en kóngurinn Arnór Ingvi spilar meðlans með liðinu. Já, létt gaman geisa hjá okkur daginn. Jú. hann létt gaman aðeins geisa. 44 ára gamall Magni og hefur starfað erlendis frá árinu 2011. Startstillin íþróttaráðgjafi að því sem ég kemst næst. Hann starfaði síðast hjá norska liðinu Start en lét á störfum þar seint á síðast ári. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Já, okkur heiður. Sko ég ætla að byrja að hrósa að þið búin að búa núna erlendis síðan 2011. Ég er búin að búa erlendis síðan 2009. 2009. Er ekki erfitt að halda íslenskunni við? Eða er það bara fjölskyldan? Því hún heldur góð, sko. Ertu ekki orðin betri í sænskunni eða? Jó, miklu betri í sænskunni og ég þakkaði bara fyrir það. Það er enginn sem rósa mig fyrir að tala góða íslensku, sko. En það verður betri þegar maður er á Íslandi í smá tíma og ég finn ekki fyrir en það er margir sem segja að ég syngi svolítið og svona en en það er bara erlegt eftir öll þessi ár og ég er náttúrulega maður bara chattar við vinni sína á Facebook og eitthvað svoleiðis og tala vola litla íslensku fyrir utan kannski aðeins heima á sér og vinna og hugsa og mér bara hreinlega til að vera hreinskilin með það mér líður svona stundum er þess að ég sé mér í sví heldur en íslingur Já Ég gæti alveg, þetta glæsilegu maður hvað allar til að taka hann þátt á YouTube hann er líka dóttir svíalegur finnst mér. Já Hann gæti alveg verið svíi Sænskur útliti Já, og það er ekki, það er hrós Það er hrós, sko Takk fyrir það Hver er munurinn á svíum og íslendingum? Bara svona almennt Hann er töluverður en síðan ég hef náttúrulega búið í Stokkólmi nánast öll árin og í Svíþjóð náttúrulega mikið bara þetta klassíska eins og Íslandi að reykvíkingar sé einhvern veginn öðru seldan í fólk utan á landi en náttúrulega mikið talaði það líka og ég held að þau tölum með munin og það held ég að það hjálpa mig töluvert í svona allavega hvað varðar atvinnu og vinnuferilin og svona en Svíjarnir eru miklu hæglátt, það er oft talað að Svíjar séu montnir og góðir með sig ég vil menna að þeir séu nú meira feimnir og lokaðir og svo eins og þú varst inni þú veist, bara sænska fólki eins og bara skandinavisk fólki og svona er töluvert snirtilegt og oft þú veist hugsaður sig og svona þannig að kannski þetta fasa að þeir eru feimnir og lokaðir kemur kannski svona fram eins og það sé einhver hrók í þeim eða eitthvað sem að eða þeir séu eitthvað betri með sig heldur en aðra en ég upplifa á frekar að þeir séu óbúslega feimnir, lokaðir að tekur tíma að kynnast þeim en þegar að þú kynnist þeim og kemst aðeins undir skinnið þeim eða kynnist þeim betur eitthvað svona þá er þetta bara nánast sama fólk og við Íslendingar sko en það er svona þessi fyrstu kynni og ég hef fundið mun á því þegar ég hef verið unni í Nóri og svona að norðmennir finnst mér miklu líkar okkur Íslendingum að þeir eru miklu svona léttari á því og kannski ekki alveg sama reglufólk og svona aðeins tilbúnar að fara aðeins út fyrir mörkin heldur en Svíjarnir en Svíjarnir er óbúslega er bara gott og þægilegt fólk og þægilegt samfélag Já, klart Já, skemmtilegt Hvað ertu lengi á landinu? Já, ég er nú ekki svo óbúslega lengi á landinu Ég er Það var tímabili gangið eða ekki? Já, tímabili er í fullum gangi og er eiginlega bara í fjölskylduferð sem var skipuleg fyrir löngu síðan vegna þess að dóttir mín ætlar að ferma sig á morgun Já, til hamingju með hana Takk Því ég er ekkert að spyrja hvað menn er að gera í sumarfríinu Það er ekkert sumarfrí Látum okkur sjá Kannski byrjum aðeins á EM Ertu búin að vera að fylgjast vel með því? Ég get ekki sagt að ég fylgist vel með því vegna þess að maður er náttúrulega svolítið svona hvað segir maður, arbeidsskada það er sem sagt
svolítið að fylgjast vel með einhverju að fara óbáslega djúpt í hlutinu og svona en ég horft á leikina með sinni mínum og fjölskyldinu og sérstaklega þessum stærri leikjum þannig að ég svona fylgst með Já, ég meina sko einhverju segja en byrjaði í gær ég get alveg smá tekið undir það sko riðlakeppnin svona einhver ákveðin undankeppni og núna þetta hafið að alvöru og maður finnur að þetta eru alvöru skákir í gangi sko. Hvernig fannst ykkur Frakkland í gær? Já, við erum takað í tímaröð ég var takað í tímaröð Tökum við tímaröð okay. Spát Þýskaland 2-1 í framleggingu það var leikur Mér fannst ég ætla að vera að tala um hennar leik allan tíma Nei, ég ætla bara að byrja að segja við múnum Magnús saman mér fannst þessi leikur vera hundleðilegur þanga til að Spánverjar skóru fannst mér þetta var besti leikur sem ég séð Já, ég verði að valda ykkur alveg hróðalegu mómriðum vegna þess að ég bara búin að vera í fermingaundirbúningi og keyra út út allan bæ hérna með fjölskylduna að hitta vinnu og eitthvað en ég sá vítaspyrnukennina í gær og síðan það sem ég get sagt þetta Spánverjarnir hafa komið svakalega óvart rosalega skemmtilegir líka þegar maður hélt að kannski skrítið að segja þetta af því að þeir voru alltaf með Ítölum í riðli og Króatum en þeir léku sér á þeim liðum en svo voru þeir bara það er ekki grín að vinna Þjóðverja í svona leik sko fáránlega vel gert sem voru líka bara flottir Þjóðverja voru flottir frábær lið sko Óskar Absanu í útsetningunni gær að Þjóðverja höfðu unnið bæði Portugali og Frakka sko ég held ég geti alveg tekið undir það sko ég er 100% reynda sýnist mér þetta Frakkali það bara kann ekki að tapa sko þannig að sko en sástu Portugal Frakkland í gær? Nei. Ég sá bara kom inn í vítaspyrnukennina og var honum með sinn mínum Ef að Cristiano Ronaldo væri í Norrköping myndirðu starta hann? Nei, ég held ekki ég er með svolítið svona anti Cristiano Ronaldo þó maður sjá alveg hvað hann hefur gert og hvað ferilinn hann hefur átt að það tekur það er enginn á honum en eins og margir hafa verið að benda á þá kannski hefði verið skemmtilega að sjá hann og mann hefur minnst honum munið eftir honum aðeins betur og hann kannski að hætta aðeins fyrir. Já, eins og Arnar Gunnlaugs kom inn og hann er kannski að taka tveimur stórmóti voru mikið, hann er eins og Muhammad Ali að boksa hann 60 sko. Já. Þetta er smá sorglegt að sjá þetta. En stjöfitt hælti með honum. Skemmtilegt hvernig Carragher orðaði þetta. Hvað sagði Carragher? Leave football before the football leaves you. Já, algjörlega. Leikir í dag, England-Sviss. Stjöfitt hælti með Sviss. Ef við fáum hvernig þú sér fyrir þennan leik Lengi að vilja bara tákna eða ekki? Já, ef við fáum bara 1x2 Já, ég er svo gamall í þessu að það er alltaf það er einhvern veginn alltaf þessi strákur aðeins í manni að maður er alltaf haldið með Englendingum frá byrjun og þeirra svona stórumót koma og svoleiðis þá skoða maður þetta einhvern veginn svona frá vinnunni eða frá þeim trendum sem er að gerast og kannski horfir á leikina að tala við fólk í kringu sig eða heyrir í öðrum svona hvað er að gerast, hvernig lítur þetta út og eitthvað svona en á sama tíma þó að maður sjá eins og núna Spánverjana og Frakkana hvað er í þessum liðum og það sem Englendingar hafa sínt hingað til að þeir ekki sens en þá vonast maður alltaf að Englendingarnir komist áfram. Já. Þannig að það er Englendingar. Það er einn á lengir. Holland er sorry, ég ætla bara að segja að þó maður haldið með Sviss þá vill maður samt auðvitað að þessi stærstu lið komi sem lengst því það eru miklu skemmtilegri leikir. Já. Eins og Sviss eru samt flottir maður. Geggjaðir sko. Holland versus Tyrkland. Já. Hvað eru við að vinna með þarna? Holland. Já. Það var England, Holland og Frakkland Spán. Ef við reynum hratt yfir þetta, hvaða lið vinnur þetta? Þannig hel? Spánverjar held ég að vinni. Svo ég vona að ég gerir eins og sonum minna. Ég held að Spánverjar vinni en ég vona Englendingar vinni. Það er tvítryggið sig. Hvaða lið hefur komið mest á óvart? Spánverjar. Hver verður valinn maður mótsins? Já, ég held að við þurfum að bíða eftir úrslitaleiknum til þess að sjá hvað það verður. Árum komum í að Norrköping þá langar með að minna Súldöpp. Já. Súldöpp býður upp á tilbúin og sér sem við Jakobet skirtur yfirrafnis fyrir kallmenn á öllum aldri. Klart. Það er nú smá svíi í Súldöpp. Já. Ég er eða sammála. Ég held að sé alveg með eitthvað sænsku örumerki sko. Já, Egill gæti verið sænskur sko, bara ekki blikka auga eitthvað til að segja með það sko. Ég veit ekkert hvað þetta er en ég þyrfti endilega að fara þarna þar sem ég vant að föt. Já. Það var það morgundaginn sko. Það var fyrir ferminguna morgun. Ekki spurning. Já. En svo framkom í kynningu næstu tekið til starfa hjá Norrköping sem íþróttaráðgjafi. Hvernig kemur það til? Fyrir það fyrsta þá þurfum við að starf eða ráðgjafi, þetta er eiginlega svolítið tvennt ólíkt en þetta er eiginlega það sama sko en
En þetta kemur að sjálfsög til vegna þess að ég hef verið án vinnu síðan í janúar og hef verið í töluverðu sambandi við Norrköping hitt og þetta eða síðan í fyrra haust en og síðan hefur það einhvern veginn þróað en ég fann það eftir start að ég þurfti eiginlega bara að hvíla mig og það verður náttúrulega búin að vera töluverð keyrsla í nokkur ár bæði með störf og nám og alls konar heima og pandemi og hluti að ég fann bara fyrir því og hafði möguleika því að taka mig smá pásu og síðan hefur einhvern veginn vorið það hafa verið alls konar störf, alls konar áhugar og eitthvað svona og svo hef ég og maður finnur eiginlega aldrei fyrir því þegar maður svona útkeyrður eins og ég var í desember fyrir heldur að tími líður aðeins og eftir og byrja maður að finna fyrir því í febrúar og mars að maður þurfi á pásuna að halda og svo einhvern veginn fyrir mótið í gang og ég hef verið í viðræðum við alls konar störf og eitthvað svona og mig langar óbærslega að finna eitthvað sem að svona til lengri tíma þar sem að ég sé virkilega möguleikan og fólk sér möguleikan í því að fá mig inn en síðan var það bara fyrir þessi 2-3 vikur síðan að Norrköping hringir og vilja endilega fá mig niður og þegar ég kem þangað þá var eiginlega hugmyndina það að ég ætti að koma inn í stærra og eða sem sagt stærra starfshlutverk og aðeins meira svona, hvað segir maður, offentligt og opinbert starf og eitthvað svona en ég vildi eiginlega sjálfur frekar koma inn sem ráðgjafi, hafa töluvert hlutin að segja, ekki vera of mikið út af því bara til þess að geta tekið hausti hérna og sé hvernig mér lítist á þetta, hvernig þeim lítist á þetta og eiginlega svona svo lítið að greina og vinna í in-house processin, þannig að þú getur eiginlega sagt að ég sé að vinna eins og sporting director en bara á baku tjöldin. Já. Spennandi verkefni, sko hvernig staðan á Norrköping? Allt í ruglið þarna? En maður horfir á töfluna? Já, það náttúrulega ekki rétt hjá mér að sitja hérna og segja allt í rugli og bara að byrja að vinna það allt í fólki og það einhvern veginn líka mín vinna að sjá hvar klúburinn stendur í dag hver áskorunar og svona og hótinir og hvar möguleikarnir liggja og ég myndi segja frá einhver svona þyrlu sín yfir þetta þá Norrköping ekki í rugli vegna þess að eigin fjárhagsstaðan mjög góð, liðið á völlin, liðið hefur verið stabílt í deildinni síðustu ár, kvennaliðinu gengur vel og komið í efstu deild, akademían góð, það eru góð og nokkuð svona tengsli inn í varalið sem heitir Silvía, þannig að möguleikarnir eru allir hérna og liðið hefur bara hennilega ekki verið að spila vel en ef maður horfir aðeins tilbaka Janne Andersson fyrirhverjandi landsliðsþjálfari var lengi þarna Jens Gustafsson var þarna Glenn Rídesholm hefur verið þarna Ríkard Núling og núna Andreas Alm það hefur verið mjög góði þjálfarar mjög góði ferlar og svoleiðis en það er ákveðnir hluti sem að þarf að taka á og finnslípa þarna sem ég held að flesti sjáu en það vantar svona kannski aðeins að það þarf líka að koma það er eitt að vita af hlutunum og það er annað að ná að gera eitthvað í það Já, það er allavega góð grunnur til staðar. Það er mjög góður grunnur til staðar en það eru svona eins og segja ákveðni ferlar og það er aldrei gott að líki leikmenn eins og Arnór Yngvi líði og segja það sem hann segir hérna vegna þess að hvort sem að það sé rétt eða ekki, ég ætla ekki að leggja neitt í það í hans orð eða það hvort það sé rétt eða ekki en bara það að honum líði eins og hann segir hérna það er auðvitað ekki gott og það verður að taka á því. Finnst þér Arnór Ingi þetta topp náungi og hvernig maður allir að taka þann þátt, geðu ykkur þáttur en eins og segir, finnst þér vera kannski hefði hann kannski mátt tala eins eða sko, ámar að vera að tala svona sín einn vinnustað? Nei, það var ég sem fekk að taka símtali við Arnór Ingi dagan eftir og fekk að þurfti að hlustað á þetta en ég skil Arnór Ingi mjög vel, hann liðinu gengur illa hann að spila vel ég veit ekki hvort það sé rétt að segja kannski hann sé að spila sin besta fótbolta honum gengur vel í landsliðinu hann sér möguleikann þar og síðan sjá allir hversu gamall hann og ég held að það skilji allir hans afstöðu þessu en ég held að klúbburinn verður hreinlega að taka það á sig að þetta á aldrei að ganga svo langt að líki leikmanni og svo velgefnum dreng eins og Arnór Ingi að hann þurfa að lenda í þessar aðstöðu að þurfa
að koma hingað til þess að tjá sig það hvernig hún líður. Þannig að þetta frettist alveg innháls í Norrköping? Já, þetta kom nokkur hætt til Norrköping Erum við að fara til Svíþjóðaliður? Sko, mér langar að halda áfram, sko, fyrst að það svona góðu grunnur í Norrköping, eins og maður heyrir. Allt til staðar greinilega. Mér langar að leggja góðan grunn í þessum þetta, sko, að því að sporting director, þetta starf sem að tíðkast, eða sko, ekki jafn stórt á Íslandi. Nei, þetta svona rétt að byrja. Já, það svona Óskar Hrafn núna í Vesturbæinn. Já, menn að riðja brautina, en sko, Magni, ef þú getur aðeins sagt okkur bara hvað felst í því að vera sporting director? Það eiginlega kannski auðveldast að lýsa þessu þannig að þetta sé eiginlega bara framkvæmdastjóri eða CEO yfir öllu því knattspyrnulega í klúbnum. Vegna að segja eins og ef þú horfir á, og það hefur oft rætt að sem að fólk ákvæmst hlusta stundum á íslensk podcast eða umræður hlutu og eitthvað svona, en að ef þú horfir á íslensk íþróttafélög þá eru þau í grunninn mjög svipað uppbyggð. Þetta eru yngri flokkar, þetta eru meistaralokkar og svo er þetta byggt á sponsorum og svona. Þú sér ekkert óbúðslega mikinn mun á ef þú skoðar ársreikninga KR eða Hauka, hvernig þetta er uppbyggt. Þetta er nákvæmlega sama, en það er gigantísku munur á AIK sem ég hef verið í og Ålesund, hvernig klubbarnir er uppbyggðir. Því að businessmodellin eru öðruvís og eru ekki hvað kommersiella tekjur því það er aðrar markastekjur og þegar maður eins og Norrköping það er bara þetta er, ég held að þetta séu 3 einingar til dæmis þeir eiga völlin og það er að eiga og reka mannvirkin þar, leigja það læknastofu, sjúkraþjálfarastofu og gym, líkamsrækta aðstöðu. Þannig að rekstunni tölver og það er engin framkvæmdastjóri sem kemst yfir það að reka þetta allt saman. Nei. Og ég veit nú ekki nákvæmlega töluna í Norrköping en eins og til dæmis í AIK í Solna sem ég var að það voru 200 manns sem að vinna. Já, sælis. Já. Sem náttúrulega svo gæligt. Sko, en að því að nú veltum maður fyrir sér eins og Íslandi, þú veist, að því þetta er talsvert minna, þá veltum maður fyrir sér sko hvar skurunni milli þjálfara þjálfara og yfirmanns knattspyrnumála. Ef við byrjum að ræða þetta erlendis, bara eins og í Svíþjóð, þú veist, hvar er skurunni þar? Það er náttúrulega þjálfarinn bara sá sem á að taka út frá þeim leikmannahópi sem honum er gefið. Hann tekur út 11 leikmenn sem að vinna 3 stig á laugardaginn. Og þar hef ég svona tekið líka eftir þessu að það er oft svona bent á það að hinn og þessi þjálfari að kaupa hitt á þetta á Íslandi og það virðist vera og ég get ekki þá hljómar þetta meira eins og að íslenski þjálfari séu managers. Já, algjörlega. Og það er líka þannig í Íslandi að eins og Magni er að tala um hann með 200 mann teim í AIK en hérna á Íslandi þá þekkjum við alltaf bara einn aðal og það er þjálfarinn sem er bara að gera allt sko. Séu managers, eru það að tala um coach, manager, sporting director? Já, þess að þjálfarinn er bara þjálfarinn á bara þjálfa þá 11 sem er að hlaupa út á laugardaginn til þess að fá 3 stig og tekur það lið út en sporting directorn er sá sem að sér til þess að halda í allt sem er til lengri tíma í klúbnu til þess að eftirlifa þú veist svona identity og vision og hluti sem að og bara strategíin var hvernig klúburinn á að vera drifin og setja saman leikmannahópin rétt með hvernig á blandan að vera milli ungra og eldri og hreinlega bara reka þetta í bara fjárhagslega að það séu rétt leikmannalaunin séu á réttum stað og að því hvað heitir að forvalda að þú bara sérðu þú sér hreinlega bara reksturinn á íþróttadeildinni í félaginu. Algjörlega, já. Líka góð verkskiptingur falleg hugmynd sko á pappír en þú veist að vera með skýra stefnu sjá eftir að henni sem framfyllt að því að þjálfarinn vill náttúrulega bara vinna næsta leik þá er kannski fínt að En erlendis er þetta náttúrulega meira þú veist, það virðist einhvern veginn vera þannig bara þið fylgis með efstu deild og eitthvað svona, þetta er þú veist, einhvers staðar eru til peningar og þá verður eitt lið gott en erlendis, allavega á Skandinavíu og svona er óbúðslega mikilvægt að vegna þess að tekjurna geta líka komið út frá þessu hvað þú velur að gera og ég get nefnt að við bara, þið hafið sannlega ekki pælt í þessu að þeir eru ekki svona djúpt inn í þessu eins og ég en ef við horfum á bæði þegar að ef við tökum Malmö og Rosenborg sem að voru með fastsæti í Evrópu og fyrir nokkrum árum, við vorum bara stutt tilbaka í tímanum að
að vera með í riðlakeppni Evrópu, það var engin tekjulind fyrir íþróttalegu hliðina eða fótboltahliðina hjá félaginu til þess að þéna svo mikla möguleika. En í dag þetta orðið þannig að leikmannasölur er að verða stærri heldur en Evrópu penningurinn í riðlakeppni Evrópu. Þannig að og þar er mjög mikilvægt að fylgja þess eftir og að þú veljir þér rétta hvað sem er businesslega eða strategi út frá því mögulegu sem eru í þínu liði. Þetta ekki líka því að talandi þetta sporting director hlutverk að þjálfarinn getur orðið fyrir strætó á morgun, hann getur látið fara, hann getur farið eitthvað annað lið og þá sé ekki allt og stendur og fellur með þessi þjálfar og það þarf að byrja 0 punkti aftur. Já, það bara nákvæmlega þannig og að stefnu félagsins sé fyllt og að það sé ekki að þeim fótbolta sem að maður vill spila og þeim leikmönnum sem að maður vill spila það getur ekki alveg verið kannski undir þjálfarinu komið. Þú vilt alltaf spila hafa ákveðið svona identity á þínu fótbolta. Mætti ekki alveg segja ef þetta væri fyrirtæki í Kauphöllinni að þá væri sportingdirektorinn væri fórstjóri félagsins og þjálfarni væri dálítið bara á gólfinu að selja á daginn. Hinn að horfa á the big picture en hinn bara að delivera dag frá degi. Já, það er eiginlega þannig sem þú getur hort á þetta. Hvað hefur breyst? Hvað kemur til að vægi leikmannasala orðið svona mikið? Eru skandinavísku deildirnar orðnar kannski meira metnar í hugum með stóru deilda eða bara meiri peningur? Ég held að sé ég var kannar Þetta náttúrulega eitthvað sem ég tala töluvert við fólk og maður að velta fyrir sig, en ég held að við séum að ganga í gegnum núna síðustu ár, ef við farið 2 ár tilbaka í tíma, kannski stærstu breytingar sem að fótboltinn hefur gengið í gegnum síðan í byrjun 1990 og að því leitandi í Evrópu hreinlega og sem að hefur töluvert áhrif á Skandinavíu og þar getum við komið inn á svona ef að stærstu breytingarna voru Bosman-dómurinn og Premier League og Champions League og þetta var alltaf milli 92 og 96 er ekki alveg með þetta fyrir fram að mig en cirka þar var það til ákveðið landslag og síðan núna síðustu ár höfum við séð það er stríð í heiminum, það hefur verið pandemi, Brexit og svo hefur verið að breyta deildafyrirkomulaginu af UEFA með Conference League sem að ákveðnu leiti setur sem er gott fyrir okkur á Skandinavíu að fá inn lið þarna og sérstaklega eins og Íslandi en að vera með í Conference League hlutfallslega við þær sölur að leikmennu sem að stærri klúbarnir á Skandinavíu þetta er ekki neitt af penningum þetta sé stóri penningar fyrir Ísland en þá er landslægið aðeins að breytast og á sama tíma sem við getum líka séð og fundið fyrir því að sjónvarpspenningarnir að minnka og að þetta breytir alls saman landslæginu. Við sjáum þá Íslandi, við tölum betur Íslandsdeildina aðeins eftir en mér langar að nefna þegar þú tala Evróppeningana, við sjáum það hérna í Íslandi þegar þú ert með 12 í bestdeildinni og það eru svona 7-8 liða hverju ári sem að eiginlega eyða peningum umfram það sem eiga og að vona að þeir komast í Evrópu, þetta eru 7-8 liða, það eru bara 3-4 liða sem komast í Evrópu og annars bara reksturinn í algjöru fokki. Eru liðið Svíþjóð ekki jafn desperate að komast í Evrópu? Ég held hreinlega bara út af leyfiskerfinu og vegna eftirlits frá bæði knattspyrnusamböndunum og því sem kallað toppfótbolti, svensk elitfútból í Svíþjóð og norsk toppfútból í Noregi til dæmis að það væri ekki hægt að reka félagin svona. Já, einmitt. Það er bara ekki möguleiki vegna þess að og það bara getur ekki gerst svona hlutir eins og maður heyra að leikmenn fá ekki laun eða laun séu borguð í einhverjum vildakjör, þetta verður alltaf að vera uppgefið og skattað og koma réttum tíma, annars lendur strax í vandræðum eða eftirliti. Það er enginn í Norrköping að fá greitt í bónuskortum? Nei, það getur fullist. Það er samt betra en kass. Fyrir mig. Ég er þetta hrifin af þeim. Verður þitt fyrsta verk að ráða Arnar Gunnlaugsson eða jafnvel Óskar Hrafn sem þjálfara? Nei, það verður það nú ekki. Það var hann ekki Arnar eitthvað? Nei, það verður það nú ekki. Myndirðu kannski svona kvísla að þeim að þeir væru klárir? Nei, en ég held að ef að klúbbar á Norðurlöndum að leita þjálfurum þá held ég
eins og mér finnst þetta líka gott verða, ég held ég hef heyrt Óla Kristjáns eða tala þetta hérna, ég tala ekki mikið með fólk á Íslandi svona, þú veist, á þessu leveli eins og Arnar og fleiri, en það nokkrið sem ég tala við á svona, en þetta svolítið öðruvís, það enginn að horfa til Íslands og horfa, hérna Víkingur efstir, hérna, við skulum hringjum í þjálfaran þeirra, þetta ekki þannig og þetta orðið miklu meira erlend vegna, það sama þar, það eins og ég nefndi á hann, það örugglega mjög svipað svona daglega rútínur að vera að þjálfa Víking og að vera að þjálfa, ég veit ekki hvað lið í Fjölni í næstefstu deild, þetta mjög svipuð störf og svona. En þegar þú kemur erlendis að það gigantísku munur á því að vera að þjálfa FC Kaupmannahöfn eða Hekken til dæmis í Svíþjóð, og ég held að öll félögin byrji einhvers staðar að því þegar þau byrja að leita sér að þjálfara, þá byrja maður að horfa in-house, maður horfir á hvaða leikmannahóp erum við með, hvaða starfslið erum við með, hvaða fótbolta viljum við spila, hvernig horfa aðeins svona styttri tíma tilbaka, hvaða vandamál höfum við verið haft hérna in-house, hvað þurfum að taka á og hvaða eiginleika hefur sá maður sem við erum að leita að það sem við getum fengið svona short term mest út sem að væri líka gott fyrir okkur og long term. Þannig að svona vinningshlutfall og að þú hafir unni titla eða að þú hafi verið leikmaður eða þú hafir alls ekki verið leikmaður, þetta bara eitthvað svona einhver outcome sem að fólk tala meira um í podcastum og svo leið, sko, en að þetta sé meira eitthvað sem að fólk ekki eins mikið að pæla í þegar þú situr sjálfur í því ferðlega ráða þjálfara. Þetta samt mjög áhugavert, ég held að við höfum alveg gerst sikir þetta líka, þegar maður hefur talað einmitt Arnar Gunnlaugs og eins og Magni talar það kannski blákaldur veruleiki að það ekki mikið verið að horfa á bestu deildina fyrir utan Íslands. En það alveg hort á hann, en við lendum aðeins svo mikið í þessu held í fótboltanum, og held að þegar ég segi þetta þá átti ykkur alveg á því hvað ég að segja, en við erum óbúslega mikið í því að sækja leikmenn eða þjálfara fyrir eitthvað sem þeir hafa gert annars staðar, heldur en að hugsa hvað að gera hjá okkur. Einmitt, já. Veitu hvað ég meina? Já, það er verið að veluna fyrir störfun ekki hvað það að fara að gera. Já, og þetta alveg þekkt og alveg vandamál, til dæmis erlendis og svona að samningar eru skrifar og leikmönnum borga fyrir eitthvað sem hafa gert, en ekki kannski fyrir hvað eru hugsaðir til þess að gera. Þannig að þú heldur að hjálpi til dæmis ekki Arnari Gunnlaugs að hafa verið leikmaður í Premier League? Nei, ég held að það væri, ef hann sæti viðtali einhvers staðar, að þá held ég að það væri töluvert langt niður á listanum, að ef hann sæti í samtali einhvers staðar, að það væri töluvert langt niður á listanum að fara að ræða það, og að einhver gengi út af þeim fundi sem sportingdirektor, hans ráðgjafar og kannski stjórnarmenn, hann Arnar, hann spilaði í Premier League. Ég held að það væri eitthvað annað sem að kem upp, sem að fólk myndi nefna sem bæði kost og galla. Já, klart. Náttúrulega eins og segir tókst þér gott frí hérna og ræddi við fleiri lið. Hvað kom til að þú valdir Norrköping? Já, það var fyrst og fremst vegna þess að þeir voru tilbúinir að gera þetta short term og síðan það sem ég nefndi á þann að það eru töluvert af möguleikum þarna. Það mikið í þeirra möguleikum eitthvað sem að ég kann óbúslega vel, og það náttúrulega ástæðan fyrir því að sennilega þeir vildu líka fá minn og síðan að þetta var ekki ólöng ferðalög eða þannig, og ég gætt verið heima, og ég sá að strax möguleika sem ég ætti að geta sett mín svona mitt, hvað sem sett markið á reksturinn, til styttri tíma. Algjörlega. Nú hefur þú starfað erlendis allt frá árinu 2011 samkvæmt okkur, búin erlendis síðan 2009. Ég er búin að starfa erlendis síðan 2009, byrjaði í Brómabókana. Já, 2009, frá 2009. Varst með U19-lið Brómabókana, aðalið Brómabókana, og svo varst ég á Brann, AEK og Start. Við munum fara aðeins yfir þetta eftir. Mér langar að byrja og spyrja, finnst þið skemmtilega að vinna bak við tjöldin heldur en að þjálfa sjálfur? Já, og þeir margir sem að þekkja mig og svona og vinir mínir og margir ennþá spyrja mig að þessu hvernig þetta gerist til, en þetta varði eiginlega þannig að þegar ég hætti í Brómapókana og kem til Noregs, að þá til Brann sem þróunarstjóri eða sem sagt var yfir akademi, það var aðeins öðruvísi uppbyggingi í Noregi. Á þeim tíma var ég töluvert heppinn, finnst mér, og það var svolítið svona turning point, og kannski besti skóli sem að ég hef farið í var að komu
fyrsta stóra svona sjómas samningurinn til Noregs normenn fóru í ákveðna vinnu með norsk tópfótbolta sem ég fekk að vera töluvert mikið með og þá fekk ég þennan svona áhuga á þessu sem sagt hvernig verðmætasköpun og því sem að gerast á bak við tjöldin og hvað þar til og einhvern veginn bara færðist ég yfir í það að hafa meira áhuga á því og ég hugsaði þetta einhvern veginn eins og ég hugsaði þegar ég áttaði mig á því að ég væri ekki nógu góður að spila fótbolta og langaði að vera þjálfari að það eru margir sem geta þjálfað og það er að koma endalust upp að ungum og efnilegum þjálfurum en það eru allt of fáir sem kannski geta gefið þeim sem að vilja þjálfa og vilja spila og vilja skapa ferla að stjórna því ferla og gefa þeim það vinnuumhverfi sem þeir eiga skilið. Já, algjörlega. Og það var alveg sennilega ég segi nei við eitt úrvalsdeildarfélag í Noregi held í 2016 og félög í næstastu deildi og þriðjastu deildi í Svíþjóð sem voru þarna alveg í 2-3 ára eftir en það er einhvern veginn aldrei bara hitt og killa meira eins og þessi vinna á baku tjöldin. En þú útilokar ekki neitt í framtíðina? Nei, ég er nú gammalt þess að útiloka eitthvað en ég held að mínir hæfileikar og mitt nafn og minn svona identity í þessum bransa sé komin allt og langt í þetta og ég held að ég sé búin að fá svona boðum störf í þessu erlendis og í Evrópu og Ameríku sem ég get aldrei fengið ef eftir enga möguleika að gera sem þjálfar í dag. Gætir orðið þinn íslenski Ralf Rangnick? Já, ég geti alveg það. Það var hjúts. Ein spurning sem ég bara með, mér finnst áhugaverð þú ræði hvort svarar henni en er þetta kannski líka betra starf upp á það að gera það kannski meira starfsöryggi? Já, gæti kannski verið en það er ekkert eitthvað sem ég hef pælt í og verið að hugsa í því en það gæti alveg verið en á samaskapi er þetta miklu færri störf þannig að þú veist þetta er bara eitt starf fyrir hvert félag og á því leveli sem ég hef verið að vinna á er þetta ekkert þetta er bara að hugsa þetta er ekki nema svona 20-30 störfi á Skandinavíu það sem að búa yfir 20 milljónir manna. Einmitt. Við sjáum það líka og oft talaðum að heimurinn er stútfullur af atvinnulausum og góðum þjálfurum. Nú hættið þú að starta í desember og varst þú að landa þessu gigi hjá Norrköping. Verður maður aldrei stressaður að bara að með ekki líða ómikil tími á milli þess að maður sé að starfa eitthvað því að á endanum það maður alltaf borga sína reikninga og svo framvegis sko. Jú, sennilega en þetta lítur og ég finn oft fyrir því maður finnur fyrir því þessu að fólk heldur að maður sé að lifa eitthvað, þetta sé allt svo rosalega þægilegt og maður lifir svo góðu lífi og eitthvað svona en þetta er en helvítis plága að vera í þessum fótbolta og þetta er og það er ekkert grín, þannig að ég held að svona, maður sé líka ákveðinleiti svona orðin kannski svolítið ónæmur fyrir því og hugsi kannski ekki svo mikið það þegar þú ert inn í bublun og eitthvað svona en á samanskapið þá áttar maður sjálf á því að það kemur líka minn fyrirlegur einhvern veginn alltaf bara alveg frá því að ég byrjaði nánast verið svona einhvern veginn upp á við þegar það kemur að því að maður þurfi kannski að taka stöður sem að maður hefði verið að hugsa að maður vildi eitthvað annað. Einmitt, algjörlega, kom betur en þetta eftir. Það er eitt topic sem ég er mjög spenntur að ræða og það er boltinn hérna, ekki boltinn hérna heima, eða frekar reksturinn hérna heima og hann er búið TM eru stoltir að þeir að einhvernig viðskiptavina TM meldust herri en viðskiptavina annara tryggingafélag þegar spurt var þjónustu vegna tjóna. Já, það er það sem skiptir máli, hvort þú treystir tryggingafélaginu þegar áreinir. Að því að málið það er ekkert mál að greiða bara reikninginu hvernig mánaðamót sko. Nei, en ætlaðar að þjónustu þegar og lendir í tjóni. Það er í nauðsyn. Að því að það er einhver sem er skemmtilegt að lendi í tjóni sko. Nei. Ég þekki allavega. TM standa þétt við bakið á þeim sem að koma til þeirra. Gera það. Við vorum aðeins búin að taka þetta fyrir en ég ætla samt að spyrja bara Magni, ertu sammála þeirri gagnrýni sem liðu Ísland er að fá að segja að reksturfélagi hér á landi sé ekki sjálfbær? Já, þetta er sammála því og það er ekki svolítið galið ákveðnu leiti að yngri flokka störf séu einna stærri tekjulegum félagana. Ég er einmitt með næstu spurningu, yngri flokkan að fjármagna meistaraflokkana. Já, það, og svoleiðis þekkist ekki úti og að þess að vera of gaggrinn í þetta fyrir þessu að ég þarf aðeins að passa með hvað ég segi og svona en
en og horfir erlendis og svoleiðis að það eru varla til þessi atvinnumannlið sem Íslendingar að keppa við og að reyna að bera sig saman við til dæmis á Skandinavíu, það eru meistaralokarnir og þeirra tekjur að borga fyrir yngri lokana að hérna sé þetta öfugt og það eru þetta að mínu viti ekkert eðlilegt við það. Nei, sko ef við tökum bara fyrir kannski svona 3 lið sem eru svona oftast í deglunni í Íslandi, þú veist, við erum horfum kannski Víking, Val, Breiðablik, þú veist, þetta er allt mjög, auðvitað Breiðablik með mjög öflugt yngri flokkastarf, það er ekki að sjá mikið að leikmönnum koma upp, reyndar þarna eru við líka oftast búin að selja á bara þeirri 7 ára, en sko hvernig finnst þið struktúrun á þessu liðum, við sjáum eins og til dæmis Víkingur og Valur, þetta eru mjög fullorðin lið. Já, eins og allavega Víkingur og Valur eru náttúrulega bara lið sem að ef ég reyna að horfa með mínum augum og reyna að setja það á Íslanda þá er þetta bara 2 leikmannahópar sem eiga bara að vinna deildina og fara mjög langt í Evrópu, annars eru tímabili vonbrigði þeim og síðan finnst mér allt og mikið eins og þetta það geta alveg verið ástæður og góðra gildar ástæður þeir sem að stjórna þessu sitja ekki hérna geta ekki svarað okkur í þessu en það sem að mér finnst að vera alltaf lítið í umræðinu er það að þegar til og með Danir, Svíjar og Norðmenn tala sína deildir sem þróunadeildir að þá ættu þetta íslenska deildin að vera það líka og það sem mér finnst kannski með og var inn á sem með að æfingagjöldin borga fyrir meistaralokkana og íslenskt ungmennastarf er náttúrulega bara heimsmælikvarða en það sem er kannski vandamáli er það að það er ekkert afreksstarf í yngri lokum og ég er ekki að segja að fólk eigi að byrja með afreksstarf en eins og það þannig að íslensk ungmenna og íþrótt og æskulífsstarf er á heimsmælikvarða afreksstarfið er ekkert og svo erum við með deild sem eins og þú nefnir þarna 2 lið sem að byggja sig upp byggja leikmannahópana sína þannig eins og þeir eigi að ná árangri og ég get ekki segja það að peningarnir það er ekki svo miklu peningar fyrir að vinna byggjakeppnina eða Íslandsmótið þannig að peningarnir sem ætti að sækja hljóta að koma að því að ná langt í Evrópu en þú getur eiginlega bara þjána stóra peninga á Íslandi á tvennan hátt og það er að ná langt í Evrópu og það er að selja unga leikmenn og ef þú horfir á Íslandi tala mikið maður tekur eftir í svona meðalaldur og svoleið sem er eiginlega kannski löngu hægt að tala erlendis, það er sem meðalaldurinn skiptir einhver máli en það er leikmannatími á prósentur af leikmannatími til yngri leikmanna, hann er allt og lár í deildinni. Þetta er mjög góð tími til unga leikmanna. Þetta er eiginlega sniður að sko, er eitt sem ég langar að spóla tilbaka það sem ég ætlaði að spyrja náðan en glemdi með minn AT sko að því að maður var að tala um að það er ekki mikið verið að horfa til Íslands eðlilega þú vaknar ekki á mánudöfum á Norðsímingsskrifstofunni og fer að skoða hvernig úrslitin í bestdeildinni voru helgina en er þá ekki einmitt eiginlega eina breyki fyrir þessa þjálfara sem við vilja koma sér út að það er að reyna að standa sér vel í Evrópu eða þá þess að hefðbundu KSÍ-lið eins og Freysi fór? Já, þetta er svona, nú setur þú svolítið hérna skilir á spurningunum en leið fyrir íslenska þjálfara auðvitað getur það verið alls konar, við sáum náttúrulega Óskar fór út, Beta hefur verið lengi úti og aftur þess að svara spurning, ég held að sé engin auðvitað getur það haft en að samaskapi að skapa sér tengslanett vera að fræðast hvernig hlutinir eru erlendis og kannski líka bara hreinlega að spotta þau störf sem þeir geta haft áhuga og ég held að ég veit náttúrulega ekki hvernig þetta er í yngri þjálfun en það sem við þurfum átt okkur að við snýðum bara við er það að það eru ekki bara að koma fram þjálfarar á Íslandi á hverju ári vegna þess að það er nákvæmlega sama ef þú horfir til Svíþjóðar, Danmerkur eða Noregs það eru leikmenn í sko 16, 17 og 19 liðunum í atvinnumanna umhverfi sem eru nánast í sko, bara í næsta herbergi við aðalistjálfarna eða í beinum tengslum við sem eru bara í allt umhverfi sem eru bara í beinum tengslum við þjálfara teimi og aðalisins og svo eru þjálfarar sem eru margir hverjir að gera góða hlut og þeir bubla upp svona eins og þetta þið tali mikið Arnar sem er mjög sannlega mjög fær og flottu þjálfari
eða Óskar eða Halldór hjá Breiðablik, það er fullt af íslensku þjálfara sem eru mjög góðir en þetta er nákvæmlega sama í Superettan eða Úrvalsligan eða fyrstu deildin í Danmörku og jafnvel niður í þriðju deild. Það sem að það koma upp ungir efnilegi þjálfara sem er í góðu umhverfi, sem er í klubbum sem eru vel struktureraðir og þessi þjálfar eru rauninni ekkert annað en svona outkomstin af góðum prósessum í klubunum. Þeir eru bara frontfigúrin fyrir það sem að gerast innhás í klubunum, þannig að samkeppnin er alveg gríðarlega hörð þessi störf og ég held að hreinlega bara ef veri eitt gott ráð til íslenska þjálfara það er það að við verðum átt okkur að við erum ekkert of góðir fyrir eitt einasta tilbúð sem við fáum. Nei, þetta er þetta frábær punktur. Þetta er líka það sem Magni var að tala um og mun koma fram í næsta þætti að þetta er svo Jón Björnsson er að tala um að þetta er þannig að þarna þeir eru kannski bara, auðvitað eru þeir frábæri þjálfara sem við erum búin að nefna en gleymum því samt ekki að eins og við erum að tala um, kannski er bara staffið á bakvið á og öll umgjörðin líka hjálpa þeim heilan helling að lyfta þeim upp sko. Já. Og síðan bara, ég ætla ekki að slá mér og mikið á brjóstu en ég hef náttúrulega unnið með bæði mörgum af bestu þjálfurum Skandinavíu og mörgum af efnilegustu þjálfurum Skandinavíu eins og Alfred Johansson sem er núna með Rosenborg, Andreas Engelmark sem er í Brómapoikana, Martin Falk sem er aðstoðarþjálfari í Malmö, Nils Hingård aðstoðarþjálfari í AEK, Sindri Sjálmilandi núna að fara til Lech Poznan, flög út í morgun. Þetta eru svona þjálfari sem hafa verið töluvert í umræðan í Svíþjóð og Noregi og svoleiðis og enginn af þessum strákum hefur náð einhverjum sérstökum árangri en það er svona þeirra svona ég veit ekki hvað maður kalla þetta á íslensku svona handverk, þeirra identity þú veist það geta allir bent á hvernig þeir eru ólíkir en hann kann þetta þú þarft að og það er eitt sem er óbúslega mikilvægt ég held að sé ef þú ætlar að vera aðalþjálfari í nokkuð stórum klubbi á Skandinavíu þá er bara management og þekking af því að leiða prósessa og leiða stór teimi af fólki miklu meira heldur en það að hafa unni titla eða spila í Premier League vegna þess að þú ert að leiða hópa fólki sem hefur alveg ótrúlega þekkingu og kunnáttu á þröngum sviðum. Já. Þetta er bara mér minnist þetta þegar við fórum til Freysa í Danmarku. Það svo góð ferð. Það var geggjuferð og líka bara sko Freysa á svo öll með að fá fólki lið með sér sko. Já, við höfum séð það. Já, en hann var líka að tala sko við vorum að segja, herri þú búin að ná þessum undanverðu úrslitum, það gengur fárlega vel, við erum rétt skútun af. Hann sagði, já en þú veist það er þetta er bara eitthvað sem ég pældi ekki í þá en núna þegar ég er að heyra Magna tala um þetta aftur hann var að segja að það verður bara aðri þættir sem að skiptu líka greiðarlega miklu máli sem að kannski Já, ekki bara úrslitin á vellinum sem að væri verið að horfa til í hans fari í Danmörku og viðar sko. Þannig að ég get bara komið hljóma, nú er ég búin að fá með þessi gangi átti á mér að færa að tekka en ég ég get tekið bara eins og með Freysa ég held að ekki unni aðeins í kringu landslið en ég þekki aðeins til hans ég veit í hvaða umhverf hann hefur verið og ég veit hvernig hann er og svoleiðis og nú ætla ég bara að gefa það út frá því sem ég veit það og út frá því sem ég síðan ég hef séð og þekki Freysa ágætlega en þá ætla ég bara að koma með það Freyr Alexandersson er ekki að þjálfa í Belgíu af því að hann er eitthvað mastermind í taktík hann er það ekki, það er nákvæmlega út af því sem þú ert að segja hann fer með sér fólk hann er duglegur að hlusta á það sem er að vinna með honum og á mörguleiti kannski svolítið líkur mér að því leitinu til að ég kann ofbóðslega ég kann lítið mikið og ég held að Freyr sé að ákvæmlega leitið þannig líka það er ekki það er bara það hvernig Freyr vinnur með fólki hvernig hann fær við það til þess að vinna með sér og fyrir sig á endanum er það sem er komanum á þann stað sem að hann er í dag vegna þess að ég hef alltaf ekki þetta er svona nokkur sem spjalla við Freysa þetta er engin einhver taktist geni eða það er ekkert eitthvað svona þegar maður tala við hann það er ekkert eitthvað svona já því djúfull veit hann ógeðslega mikið um þetta en hann veit ógeðslega mikið svona veit svona bara hefur breiða þekkingu og síðan þegar hann fær rétt fólki í kringu sig þá á hann og þetta hefur sennilega úr bara í yngri flokkunum í Val og held hann hvort hann hafi verið í leikni áður og þetta svona
að nenna að standa í þessu og svona alls konar ólíka einstaklinga að taka það inn að þetta hefur svona bara þessi reynsla sem hann hefur með sér frá þessu á Íslandi hefur gert það að á endanum og síðan að fá að vinna með svona fólki svo í KSI og þegar hann tekur próti og eitthvað svona, þá held ég að Freyr hafi kannski upplifað að ég hafi talað það við hann svolítið eins og þegar ég kom fyrst út og þá svona, það hérna sem ég var bara heima þess að mann leið bara miklu með hérna svona á þetta að vera. Heldur að hjálpa honum ekki líka bara kannski það sem þú ert búin að segja að bara vera svona mikil topp náungi? Jú, alveg klálega. Þú veist, ef þú ætlar að því að eins og þú segir, úrslitin eitt sko en að allir geti komið til hans, að hann komi ná að fylgja alla baku sig og svo framvegis. Já, og það það sem bara, það bara þannig með allar manneskjur að fólk vill verða leitt. Já, einmitt. Fólk vill fylgja. Ég ætla að spyrja einu þarna sko við erum að því að eðlilega þess að Magni talar við gerum okkur grein fyrir því að það eru fleiri Arnar Gunnlaugsar og Óskar Hrafnar úti við erum alltaf bara litaðir af Íslandi við þekkjum ekkert annað hverjir eru að þínu mati svona heitustu vörurnar í þjálfarabransanum í Skandinavíu í dag svona sem er mest verið að tala og svona heitustu fyrir hvað þá fyrir bara svona, til að það geta farið út til Evrópu já eða mögulega bara þú veist kannski bara topp 3 bestu þjálfari í Skandinavíu í dag? Já, nú tekur aðeins stórt spurt Nei, ég held að þjálfarinn hjá Malmö sé að gera ákveðna hluti sem að valda ákveðna svona sem að gera það svona öðruvísi hluti og síðan það er náttúrulega ekki hægt að horfa fram með Setil Knudsen í Bodø Glimt og ætti hann ekki að vera farin eitthvað? Eða í eitthvað stærra eða hvað? Jú, þetta er hann verða það og það er við ekki tala aðeins hans feril vegna þess að þekka aðeins til hans en og síðan er númer 3 ætti að segja hann er svolítið skemmtilegur og hann er svolítið líku Freysa Erik Horneland í Brann og ég veit að hann er á öllum listum sem að þeirra kannski stærri lið á Skandinavíu og Evrópu er að leita þjálfarum. Já, algjörlega, vel svara. Ég fer svo aftur aðeins, ég hef með nokkra spurningar upp á þetta í Íslenskuleginu, mér langar að spyrja út í einn kóng sem ég var að fatta núna. Mílos, svona miklu meistari. Hann náttúrulega fór undir Malmö og var í Hammarby og eitthvað. Hefur komið þér óvart hvað hann hefur náð unreal árangri og er núna bara skellilhend í sandinu? Nei, ég held að Mílos ákveðin liti hefur þetta er svolítið annar bransi heldur en kannski við þekkjum í Íslandi og það er erfitt fyrir mig, ég hef ekki verið á Íslandi svo óbærslega lengi en það kemur mér einhvern veginn ekkert óvart vegna þess að svona, við tölum oft að við Íslendingar séum agaðir og alls konar eiginleikar sem að við sláum okkur upp fyrir en að ég held reynilega að Mílos þegar hann kemur síðan erlendis þannig að ég þekki eitthvað til hans starfa á Íslandi að það sem ég hef heyrt á hann og þá held ég reynilega bara að hann hafi bara meira fundið sig og fundist hann meira að vera heima og náð svona að því að þú þarft að hafa ákveðna eiginleika til þess að lifa af í þessum bransa bara á Norðurlöndum, það er bara tölvöru munur frá Íslandi. Segir það kannski líka bara meira Íslenskudeildina frekar aldrei Mílos að hann hafi ekki náð að pluma sig þarna. Ég þekki til dæmis einn leikmann, Pál Olgeir sem spilaði með honum bæði þegar hann var með Víking og Breiðablik og hann sagði með að mögulega var þetta bara of lítil deild fyrir hann, af því hann var kannski að setja bara of mikla kröfur á leikmenn sem voru kannski 9-5 vinnum og svo voru þeir í háskóla og svo framvegis. Þetta var kannski bara of lítið fyrir hann. Já, ég held það hreinlega að það geti verið ein skýring á því og það er eitthvað svona eins og ég nefndi áðan við að þetta er svolítið erfitt að þegar ég var ungur og ég veit ekki hvað svo efnilegur var sem þjálfari á Íslandi eitthvað svona en maður þú veist, þú einhvern veginn fékkst ákveðnar hugmyndir hvernig hlutin er að vera og svo ertu að reyna að gera það, þú ertu að reyna að setja ákveðnar kröfur og alls konar hluti á fólk sem að kannski ekkert hægt að ætlast til af einhverjum fótboltastrákum sem að kannski eru bara í þessum meira til þess að skemmta en þegar þú til þess að hafa gaman og vera með vini sinni með fótbolta en þegar þú kemur í afreksum hverfi erlendis þá er þetta einhvern veginn bara aðeins öðruvísi, það eru allir þarna vegna þess að þeir vilja verða góður í fótbolta og þeir vilja verða leiddir á ákveðin hátt og ég get bara nefnt það eins og þegar ég kem til Brómapaukarna þá á sínum tíma þá var þetta einhvern veginn þannig, já, svona og þetta, þú veist, þú þurftir ekkert að
þú þurftir ekkert að vera að berjast fyrir einhverju sem að þeir fannst vera sjálfsagða hlutur. Mér langaði mjög að kafa hans í það þegar við vorum að tala það áðan að yngri flokkastarf á Íslandi væri mjög flott og til fyrirmyndar en það sem kannski vantaði með við Norrlöndin og víðar væri einmitt afreksstarfið. Sko á Íslandi þetta náttúrulega bara þannig að menn bara æfa allir saman, það ekkert getur skiptið að neitt, svo kemur bara annar flokkur og gengur upp annan flokkin, fær kannski að æfa eins með meistaraflokki og síðan fara samning eða þeir bara þú ert kvattur, en hvernig gæti þetta gengið fyrir sig og hvernig þetta til fyrirmyndar, hvað hægt að gera þarna? Ég hef ekki alveg sögur við því, sko, hvað þetta að gera vegna þess að erlendis þetta allt öðruvísi það sem að þú veist bara ungmenn á æskuli störfu bara svona grasrótar fótbolti og svo eru þessi stærri lið með akademíuna sína sem að þeir geta bara valið úr leikmönnum og síðan fara þeir ákveðna línu meðan og það ekkert öðruvísi í Svíþjóð, Noregi eða Danmörku heldur en þetta hérna heima það geta allir æft fótbolta alltaf en það sem að kom mér óbúðslóvart þegar ég kom fyrst í Svíþjóð var að þú kannski hittir einhvern staðar og hann var búinn að vera að æfa fótbolta allt sitt líf og það var búinn að æfa fótbolta einu sinni í viku þannig að hann var 6 ára og allan var 19 ára og pappans að þjálfaði eitthvað og það bara sama á Íslanda það eru allir með og við megum náttúrulega aldrei nokkuð tíman og við megum aldrei setja þetta upp þannig að afreksstarf sé einhver mótpúll á móti þessar ungmenn á æskulistarfi. Við eigum að láta fólk hreyfa sig og nota fótboltan sem möguleik þannig að það verður hlutvarslega alltaf alveg óbúðslega lítið hluti sem verða atvinnumenn og þegar allir að fá möguleika á að æfa og spila fótbolta og fá jafnan möguleika en einhvers staðar og bara algjör tilvílun, ég hugsaði þannig að ég mætti einum efnilegasta leikmanni sem ég hef bara komist í Ingólfur Sigurðsson mætti á hann með þetta og ég fór eitthvað að hugsa með syni mínum og sonum mínum fyrir mikið að spyrja það af hverju hann hafi ekki verið góður hann hefur mikið náhuga á fótbolta og eitthvað svona af hverju hann hafi ekki átt svona feril og eitthvað svona en ég held hreinlega að þjálfa Ingólf í 3. flokki Vals á sínu tíma þetta bara, ég held hreinlega að þetta sé og ég hef þjálfað á nokkra efnilegasti og með mesta svona talent sem ég nokkuð tíma hef séð og þegar ég hugsaði þetta það sem þýr að segja og var að hugsa hverju ég átt að svara sinni mínum það af hverju hann hefði ekki náð eins langt og hann geta að hefði Ingólfur Sigurðsson alist upp í umhverfi eins og í Brómpókana að var á sínu tíma þá held ég að það hefði ekki verið nokkuð spurningum það hann hefði spilað í topp 5 deild á endanum vegna þess að það voru bara, hann hafði bara ákveðna hæfileik og hann hafði líka bara ákveðna svona kröfur og umhverfi sem að mér fannst oft öðrum finnast vera vesen og hann svona og hann vil svona og eitthvað svona en það sem að þetta hefði bara verið sjálfsagður hlutur ef hann hefði alveg upp í umhverfi með leikmönnum sem að voru bara á leveli með honum og ég held að hans hæfileikar hefðu fundið sér betur ef hann hefði haft leikmenn í kringu þar sem hann hefði getað sendt þessar sendingar sem hann sá eða það hefði einhver tekið á móti en þannig að hann fæst í næsta svæði og eða þá hreinlega bara að leikmenn voru að undirbúa með boltan og hreyfa boltan þannig að hann getur fundið betri svæði og svo leys til þess að fór ég svolítið út af spurningum en ég hef ekkert svar við því nákvæmlega hvernig er hægt að gera þetta en ég til að sé alveg óbúðslega mikilvægt að ákveðnum aldrei þannig kannski við 14, 15, 16 ára aldurinn að þá verðum við að gera meira því að þeir bestu spili og æfi með og á móti þeir bestu og á sama tíma sjá til þess að allir aðrir sama hvaða hamlanir þeir hafa í lífinu í möguleika að æfa fótbolta. Ég held líka til að íta undir og taka undir þessi Leifur og tala og Magni líka að ein laus sem ég bara var að fæðast í kollum við núna meðan Magni að tala með þetta sem er kannski vitlaus en nú eða maður fótbolta þar til maður var tvítur eða þú veist maður kláraði annarflokkin og þarna var svaka heilsað þegar maður fekk ekki samningi meistaraflokki maður velti fyrir sér sko á ég, þú veist, mér var ekki það ég var hættur að mæta en ég nefni bara eitthvað dæmi gætu við til dæmis ekki væri ekki ákveðið skrif bara hætta bara með annarflokk og vera bara með afrekssvið í staðinn fyrir, af því að þú veist alveg þegar leikmaður það enginn að fara að blómstra ef hann ekki mun að geta neitt hann 17-18 ára það er alveg klart og þú getur jafnvel séð það fyrir okkur svona
En þá kemur líka því og það er ekki að segja að ég sé barnana bestur í því eða með mestu hæfileikan í því en það líka þegar þá ert að reyna að komast að þessu þú ert að segja hver getur eitthvað, hver góður og hver lélugur að fólk á óbáslega erfitsundum með því að greina á milli þess að hvað eru eiginleikar og hæfileikar sem að geta orðið eitthvað í framtíðinu eða hvað er mest effektíft núna veitu hvað ég menna hvað gefur okkur mest núna og þeir hlutir þannig að en það er náttúrulega bara eitthvað sem að held ég að væri þekking sem að myndi byggjast upp og kemur með okkur með tímanum hverju það eru sem að og hvaða eiginleika hefur fólk með sig sem að nær langt í þessu Þetta líka annað sko svo við höldum áfram að nefna fyrir þetta, við vorum með Áslu Örn í síðasta þetta og þá vorum við erum hætt með próf í öllum grunnskólum og menntaskólum sem var víst einhver frábær hugmynd og núna það þannig í yngri flokkunum að það má helst ekkert lið vinna leikina, það er ekki A, B og C liðin heita bara eftir einhverjum nöfnum og eitthvað, þetta holdt? Já, veistu að þetta brennheit umræða í Svíþjóð og Er þetta líka sem í Svíþjóð? Já, ok, ég held það væri bara Íslandi Nei, og þetta er búið að taka þetta miklu lengur það má ekki skrána einn úrslit upp að 12 ára aldrei Nei, það er ekki tali 12 ára? Já Hvernig fór leikurinn? Skiptir ekki máli 11 ára krakkar og það er náttúrulega verið að reyna að leysa svona eitthvað samfélagslegt, stórt samfélagslegt vandamál með auðvöldum lausnum og ég held að við séum sem sagt en svo allavega í Svíþjóð þar verið að bara nákvæmlega eins og held að þetta sé á Íslandi svona foreldrar sem get ekki hagað sér á hliðalínu eða vilja börnin sem spila í öðrum liðum heldur en þau spila og svo ætlum við að leysa það með því að hætta að telja og ég held að eins og því bara í skákinni ætlum að kenna börnunum eitthvað skák með því að banna að máta banna að máta eða spila 52 spil og segja að það var engin sem hann það er bara ekki að má sé Olsen en ekki Olsen þannig ég held að við erum að einfalda þetta og ég held hreinlega að ef þú veist innviðurinn og eins og Íslendingar ætti að vera á mjög góðum stað með menntaða þjálfara og háskóla menntaða á uppeldismennta fólk hreinlega sem er að sjá þetta og þetta ætti ekki að vera vandamála hver úrslitin eru Nei, algjörlega og þetta er á sama tíma líka svona að þetta A, B og C-lið að einhvern veginn það er best, ég held að líka barn leiki best svo sagt í Svíþjóð að börnunum líður ef að maður ef mann text eitthvað og svo mistekst mann eitthvað og þarf að taka eins á því og þannig en ég held að sé öllum til fram að maður sé einhvern veginn í svona jafningja umhverfi sem að samt challengera manni og gefur manni smá mótlæti að Jóa litla sem er svolítið þippinn og var að koma sína fyrstu fótboltaæfingu það hjálpar honum ekkert að hann spila í A-liðinu hjá FH á S-mótinu. Þetta útskýrir samt margt, þú veist, að því að Leifur litli hafa nú líka þippinn og þú veist hann var að tala þegar hann vildi bara breyta nafn þó maður hefði fengið medalíu, það fengur náttúrulega allir medalíu á mínum aldrei en ég veit ekki hvort það sé lægi að segja frá þessu, maður náttúrulega að láta hann tapa leik ég tapaði leik þetta er svo galið Já, ég veit það, þetta er galið og þetta er ekki bara í fótboltanum Kistlan okkar hún er slæmi, hvernig verður þá næsta kistlan? Já, ég held vel að þetta sé að fólk kannski taki eftir og í stundinni þú veist, foreldrar og sískinni og börnin sjálfur er kannski ekki ánað með það ef manni finnst að maður er verið í C-liði en endar í D-liði og eitthvað svona ég held á endanum hins vegar valdi því að þetta er einn af kostum okkar flotta ungmenna starfs er að þetta sé svona vegna þess að þú veist þegar þú ert að spila síðan leikina í D-liði og móti jafningum með jafningum að þú nennir að standa í þessu ef þú verður sendur á mótið ef alltaf væri 2-3 sem að sjá að þeir sjá að þeir eru vandamáli í aðliðin að þá held ég að þeir myndi ekki vilja svo rosalega mikið koma á æfingar viku og þeir finna þeir sé ekki hluti af þessi svona þú har sagt á ensku þessi autonomy að þú skiljir hvað er þitt hlutverk í þessu Þetta er líka, maður var stundum valin í C og D-lið, ég hef ekki nefnt það alveg þess vegna var ég með hlaðvarp en ekki út á vellinum en
það samt þannig að vera vanlýs í að deli, það var bara á að herða að krakka og bara rífa sig í gang en kannski ég gamaldags eða ekki, eða þeir finnst bara gaman að vera eða bara vera í deli, bara hafa gaman frábær punktur, fyrir utan það mér langar, en ég ætla kannski aftur bara til að slúta þessar umræðu, ég held við séum heimsmeistarar í yngri flokkastarfi en við þurfum að ríða okkur að raskatinu í afreksstættunni. Já, og þar held ég að ef fólk geti lagt frá sér klúbmerkið og litina og setjast niður í KSI með ISI og fólki, þekkingin alveg í landinu en síðan þarf bara einhver að vera tilbúin og þóra aðeins að taka skrefið. Mér langar aðeins að spóla aftur í umræðan sem ég alveg klára. Já, sorry. Sáum Val sækja unga nefnilega markmann í gær, 35 ára Ögmund Kristinsson, vera að sækja atvinnumenn heim. Sko, þetta ekki sér íslensk dæmi að vera með eitthvað svona vinn á lið? Við sjáum þetta, eða allavega, þú veist, maður horfir náttúrulega mest á ensku deildina og svona, þetta þekkist hvergi annars staðar en á Íslandi, en það nokkuð? Að vera með? Að vera með þessi vinn á lið sem var bara, já, svo verða allir dánir og elli árið eftir, sko. Já, það sem ert að segja að það sér Ísland að setja saman lið sem bara nánast allir leikmenn og allar stöðun til eins ás og eigi að vinna. Ég held að sé nokkuð sér Íslands fyrir utan kannski einhver lið sem hafa verið keypt á Skandinavíu af einhverjum mönnum en þú veist, ef þú horfir á til dæmis bara til Danmerkur að til og með FC Kaupmannahöfn sem á Parken, þeir eiga La Landia, þeir eiga nánasæti í Evrópukeppni á hverju einasta ári hafa komað sér á þann stað þegar það stendur í strategíunum þeirra að það sé mikilvægt að spila ungum efnilegu leikmennum til þess að selja það og þá held ég að við áttum okkur á því hversu galið þetta sé. Algjörlega. Síðan spurningin frá mér í bili, ekki verið að borga allt á há laun á Íslandi? Ég veit ekki síðan einn einasta samning á Íslandi. Nei, en við sjáum ársreikningana. Já. Og það svarta skýrslur þar. Herri, við nema í Kópavoginum í Breiðablik. Þetta svo áhugavert, maður gleymir sér, maður gleymir að líti í einn barm og sjá hvað maður er með í hendinni. Birkis, hvað ertu með hann í hendinni? Ég með bútar. Þú með bútarinn? Já. Tekniskeiði? Tekniskeiði, já takk. Ég í klakkarum í dag, hann er líka góður. Já. Bútar sjálfsög líka með 0% sem er frábær. Algjörlega. Svo langaði mig að koma inn á Söpvi og Magni Fannberg, hvort hittar þú að ristar bátið þinn? Hýta eða rista, ég held að það sé ekki búið upp á það í Svíþjóð. Rista? Er þetta sér íslenskt fyrirbæri að bjóða upp á tvo mismunandi... Shit, maður. Þeir eru náttúrulega betra. Þegar Karolina Lea sagði að þetta væri ekki búið heldur í Þýskalandi, sko? Næ, það er ekki, ég held að sé bara annað hvort að hann sé heitur eða kaldur. Heitur eða kaldur? Tekur heitan, takk. Já. Er þetta jafn ferstan eða? Já, Söpvi er mjög gott á í Svíþjóð. Já. Það gleður mig. Eitt, sko, svo ertu með Max. Ég er ekki hrifin af Max. Jú, það er alveg. Þú hrifin af Max? Já. Hvað er það? Það er svona B-típan af hamburgerbúlunni. Já, B-típan. Nei, Max er náttúrulega bara McDonald's. Er þetta McDonald's? Þetta er bara sama koncept. Já, og ef þú tala bara við hinn almenna Svía, þeir eru bara annarkvort Max eða McDonald's menn og þeir eru meira á Max síðan. Það er svoleiðis, já. Ég tek alltaf búluna samt. Já, ég persónulega. Á Íslandi er búlan auðvitað kongandir. Já. Ég fór núna bara í gær. Já, vel gert. Og fór í kjúklingaborgara. Já, sem að Jón Björnsson var að tala um. Hann var svakalur. En kíkjum á þetta, maður sjá. Sko, managerial career, ef við kíkjum á Wikipedia-una. 2001 HK, 2003-04 HK Víkingur. Breytist. Grindavík og síðan Fjarðabyggð. Mjög áhugavert hvernig þjálfaraferillin byrjaði. Sko, hvernig fer maður úr þessu CV í að landa stóru gig í Skandinavíu? Með fullri virðingu. Já, með fullri virðingu fyrir því. En það náttúrulega, þó ég segi sjálfur frá, þá er náttúrulega byggt alla minn feril erlendis bara á minni þekkingu og þrautsegi og bara ég spilaði ekki í Premier League. Ég spilaði ekki halvsvenskan eða Superligan eða gamla tippilígan eða með íslenska landsliðinu eða svoleiðis, þannig það þarf eiginlega að skipta þessu svolítið. Ég byrjaði náttúrulega að vera að þjálfa eins og þig, var í Hólsnum náttúrulega upp á Ísfirðingur og Súðvíkingur og bara niður á bryggju og fylgjast með bátunum, koma í land.
svo minni mig að það hafi verið byggt íþróttahús á Ísafirði 93-94 og það var ekkert við að vera, maður var einhvern veginn í fótbolta og því og fekk sína vini í kringu þannig að það varði einhvern veginn bara svona og maður ætlaði að vera eins og allir hærir atvinnumenn í fótbolta og svo fer maður í gegnum einhvern veginn framhaldsskólan og flytjarna til Reykjavíkur og þá einhvern veginn ætlaði að verða íþróttakennari og bara fótboltaþjálfari, þetta klassíska íslenska og svo ég í Háká með góðu fólki í töluvert langan tíma og fæ mjög fljótlega svona möguleikan á því að þjálfa nokkur yngri flokka að vera með fótboltaskólan og svoleiðis og held að Háká hafi verið 3. og 4. í næstu deild á þessum árum þegar ég kom inn þarna en síðan verður þetta einhvern veginn bara fullt af tilviljunum að mann til dæmis við tala það þegar ég kem til Svíþjóðar fyrst að þá var einhvern veginn svona hérna ég heima þegar Gunni Guðmunds kemur til Háká á sínu tíma það var einhvern veginn bara svona next level fyrir það að þá var maður búin að vera í yngri flokkunum mikið í kvennaboltanum mikið svona með aukaæfingar með strákana þar og svo kemur Gunni, ég tek við annar flokknum læri ótrúlega mikið að að hann sé bara inn í húsinu hann kom alltaf frá Þýskalandi og var bara einhvern veginn öðruvísi knattspyrnu akademía var uppi það sem að Beta og Freyr og fullt af þjálfurum voru og meðal annars Siggi Jóns kom og svo þegar Siggi Jóns tekur við Grindavík þá býður hann mér að koma með og þá var þetta náttúrulega, þú veist, þeir eru búin að vera í Háká í yngri flokkum öðrum flokki og síðan búið að verða aðstoðarþjálfari í úrvalsdeild það verður ákveðin skóli og síðan var hann á Valur og Fjarðabyggð og síðan Siggi Jóns í Djurgården sem ég var töluvert og fór í heimsókn og svona og þá fikk maður svona aðeins að kynnast þess að ég hafði engan atvinnumannaferil hafði ekki gert neitt annað en að vera á Íslandi en þá fikk maður að sjá eitthvað annað og þá var náttúrulega þessi draumur það kannski að geta þjálfað á Skandinavíu og þegar við flytjum út 2009 þá einhvern veginn kemst ég gegnum að fullt af góðu fólki sem að hefur einhvern veginn bara hjálpað mér bara svona algjör á tilvæli en ég mann þegar ég var úti þarna, ég veit ekkert hvernig það kom til en ég veit að Pétur Martinsson hjálpaði mér að komast á fundi á Hammarby og satt þar á fundi og síðan fyrir á fund með Brommapojkarna og það bara eitthvað svona ótrúlega tilvæli og þar situr maður Åke Kallenberg sem hafði verið lengi í Malmö og var skóning hann situr þar á einhvern hátt hafði hann þekkti hann til Kristján Guðmundsson sem hafði verið í Malmö á einhverju tímapunkti og hann situr eiginlega þarna á fundinum og þegar við sittum og þá segir hann getur byrjað eftir helgi í fótboltaskólanum og þannig verður þetta bara þú veist að það náttúrulega algjör svona turning point fyrir mig að ég komst inn í Brommapojkarna á þessum tíma og ég fattaði það ekki sjálf það vissi engin hvað Brommapojkarna var en þegar ég kem þar inn og það Åke Kallenberg þar ég kem inn og byrja bara að vera í knattspyrnuskólum yfir sumarið og síðan haustið að þá ég bara gengi á milli liða eða bara fylgist með hvernig staðan og fæ með mentor sem átti að þá að kenna mér sænsku og hjálpa mér að taka eitt lið hann heitir Óla Larsson og núna yfir marknaðsmyndumála hjá Gautaborg ekki slæm mentor þar og þannig verður þetta bara einhvern veginn til og síðan þarna í þá held ég í janúar 2010 að þá ég og hann vegna þess að hann var það minn mentor að ég var að koma inn og tökum saman held ég 15 ára liði hjá Brommapojkarna til að byrja með fyrsta árið og síðan verður þetta einhvern veginn bara ég kemst inn í þetta hann og það var náttúrulega þannig fólk hann að sá sem búin að vera yfir sænsku landsliðunum, hann var meistaraflokksþjálfari, var aðalistþjálfari, sá sem tók síðan við aðalinn og honum þjálfari í Djurgården í dag, sá sem var aðstofamar hans þjálfari Gautaborgar í dag, sá sem var skátt, hefur verið skátt hjá AEK síðustu 15 árin, sá sem síðan var minn aðstofamaður Andreas Engelmark sem þjálfar Brommapojkarna í dag með Úlof Melberg og þetta var bara hópur af fólki, þetta var náttúrulega bara elítan og á þeim tíma, ég áttaði mig ekkert almennilega á því fyrir að maður kom svona og byrja að þjálfa leik, þannig að bara allir voru eins og Ingólfur Sigurðsson, allir leikmennir svo varst með og allt umhverfið var einhvern veginn bara svona faglegt og ég bara einhvern veginn bara detti einhvern veginn inn í skóla þarna bara bestu akademíu á Skandinavíu og akademíu sem hafði verið
byggð upp með hjálp frá Ajax og þú veist, leikmennir þegar ég var minn til dæmis 19-arlið hjá Broma Pókana, ég held að vera á tímapunkti með 14-15 landsliðsmenn og þetta voru, þú veist, leikmenni voru að seljast til Atalanta og til Chelsea og Bayern München og voru með umbásmenn og þetta var bara einhvern veginn, þannig byrjaði þetta og ég bara einhvern veginn að einhvern hátt komst mjög hratt inn í þetta og fljótt og þegar maður hugsaði tilbaka það er náttúrulega einhvern veginn, ég held hreinlega að þetta bara gæti ekki gerst í dag að Íslendingur kem inn í svona akademi einhvern veginn og kæmi svona hratt inn í hlutina og fengið hennar skóla vegna þess að ég kunni ekki eins og sænsku eða neitt en einhvern veginn gerðist þetta á gott fólk og mikla tilviljanir og Úla Larsson til dæmis, hann hjálpaði mig mikið í byrjun, hann hafði mikið áhuga á kultúr og ólíkum löndum og hérna, hann var menntaður sem, hvað heitir þetta, svona trúar, hvað heitir það, hérna, þegar maður kennir trúabröð í skólanum, kristnifræði og kristnifræði kennari myndi að hafa heitið en þú veist, hafði mikið áhuga á kultúrum og svona, þannig að hann tók alveg ótrúlega vel á móti mér og var bara svo þú veist, ég gæti bara byrja bara að reyna að tala sænsku strax og svo bara rétta mig og svo bara hringdi hann á kvöldin og sagði bara þetta og þetta og svo breytti þetta bara kom svona og ég var einhvern veginn inn í þessu og síðan þá hefur þetta bara ég veit ekki og eins og segir og ég held að þetta líður svo óbærslega hratt að þessi klubbar sem þú telur upp hérna, ég kem til Brómabakana þetta er besta akademían á Skandinavíu SK Brann í Nóri er næst einn af bara 3 stærstu klubbanum í Nóri AEK eru risar bara eitt af stærstu vörumerkjum Svíþjóðar og er risastór klubbur sennilega svo stærsti á Skandinavíu þannig að á sama tíma er þetta og tilviljanir heppni og síðan kannski einhver íslensk eljusemi og svona að skilja sitt identity eins og ég er mjög hreinskilinn með það ég er þú veist, mitt svona minn spets sem maður talar er eitthvað fólk virðist ég er eftirsóttur þannig að eitthvað er það hann gengur vel það gengur vel og já, það er eins og þetta er greinilega innvalega lið starfsfólks eitthvað hlýtur sportchefin að vera ekki rétt þar eða hvað, hvernig voru hann var í Eldhúsinu var hann í Eldhúsinu? Já, en það var náttúrulega í Brómabökana mennur þegar við vorum þar þetta er alveg ótrúlega sérstakur klubbur ég hef búið í hverfinu og ég bý bara heldur cirka svona 2 kilometra frá vellinum og þetta er ennþá svona ákveðinleiti minn klubbur að það verið einhvern veginn bara gerst og þeir líka veit að þeir eru mjög stoltir af mér, þú veist, ég er einn af þeirra og svoleiðis, en þetta er klubbur sem er með 4.000 leikmenn og þegar við erum að tala afreksstarf og grasrótarstarf þegar þeir taka út sitt 8 ára akademíulið þá velja þeir úr 1.200 til 1.500 leikmennum sem er í fótboltaskólanum þeirra þannig að þegar þeir eru 8 ára er þeir mjög góðir þannig að en það er mikið kultúr bara sett svona það var það sem ég upplýði að svona bara klub identity og hvernig þeir vilja gera hlutina bara, þetta var bara einhvern veginn í veggjónum skilur hvað er menna, hérna spilum við ungum leikmönnum og ef að stærli vilja koma og kaupa þá er þetta þannig að það var nákvæmlega kultur sem að þeir satt sér þar og Brómabökan á aldrei möguleika að verða stærri heldur en Hammarby, Djurgården eða AEK vegna þess að klubburinn er bara allt öðru þessu uppbyggður hann er ekki einn stór og þannig að já, sportchefinn og það er svona klubbur sem hefur fundið sitt identity og myndi sannlega aldrei kaupa lið til þess að geta unni vegna þess að þeir hafa bara reynilega ekkert efnaði færa það á hausinn einmitt, klart sko, að færa okkur aðeins í aðra sálma en áður við gerum það, þá er það kontaktfyrirtæki ráðgjöf kontaktveitir ráðgjöf til fyrirtæki sem er í gangi í gegnum fjárhagslega erfiðleika skipulagsbreytingar eða aðrar áskoranir og gera það vel þetta er bara svo magni, hann er ráðgjafi þeir eru bara fyrirtæki ráðgjafi og það eru þó nokkuð fyrirtæki á Íslandi sem að gætu bara þeir veita alltaf ráðgjafi þeirra náðir og eru þeir með íþróttadeild eða? Þeir þurfa eiginlega þurfum eiginlega að græja því að sem ráðgjafi þeir geti tekið til í nokkur knattspyrnudeildum í Íslandi sko, eitt sem ég langar að taka hérna það er endalókin á Grindavík
þú ákvæmst að gefa út yfirlýsingu þegar líkur störfum hjá Grindavík, formaður aðstjórnar Grindavík var þá búin að birta pistil á síðu félagsins. Ásakarinn Gunnlaugs það hafa ekki sinnt afreksþjálfun hjá félaginu einfaldlega úr lausulofti gripnar í samningi mínum við félagið. Var ekkert sem hvað að ég ætti að taka þátt í afreksstefnu félagsins. Hvað í gangi þarna? Hvað skeiði eiginlega það? Þetta ég man bara ekkert eftir því. Hvað þetta 2006 eða ekki? Jú. Já. Ég man ekkert, ég man eftir því að við töpuðum held ég Grindavík tímabilið þarna 2006 ég held að eftir fyrirumferðina spiluðum við FH, þetta var 18-lega tilteldi, hvort við spilaðum við FH í 8. eða 9. Já, 10-lega deild og 18 leikir ekki? Já, menna það, 18 leikjadeild og fyrir hluti tímabilisins gekk mjög vel og síðan og þá var Siggi Jóns var þjálfari, ég og Janko vorum aðstofþjálfari og síðan verði náttúrulega bara eitthvað hrun haustið sem ég man ekkert nákvæmlega hvernig var en síðan ég man mjög vel eftir því að við höfum spilum held ég við Val á Laugardalsvelli eitthvað og töpuðum. Daginn eftir var æfing og Siggi Jóns var þarna eitthvað á svæðinu síðan einhvern veginn svona þegar æfingi byrjar og þá var hann bara hreinlega horfinn og það náðist ekkert í hann held ég nokkra klukkutíma eftir og síðan minnum við hvort það var nóttina eða daginn eftir og þá hringir held ég Jónas formaður og sem held að Jónas hafi verið formaður á þeim tíma og segir að Siggi sé hættur og að ég og Janko eigum að vera með liðið út árið. Já. Og þá voru held ég getur verið 2 leikir eftir KR úti og erfiður heima það voru 2 erfiðustu leikirnir eftir og það var þannig en ég man ekki að fá okkur í 2 leiki. Já, en ég man ekki nákvæmlega til þess vegna þess að ég hef nú bara minni eins og ég minnist þess að þá átti ég bara í mjög fínu samskiptum við bæði Jónas og Ingvar og þá sem voru þarna og með minnin og ég hafi haft möguleika að vera þarna áfram og hvort að árið eftir að þá var ég nú einhverjum viðræðum við að koma tilbaka. Já, þetta nú 20 ár síðan maður fyrir stundum aðeins og djúpt í heimaðurina sko það eitt bara til að slúta þessu það rétt sem við heyrðum að var Siggi Jóns ennþá það góður í fótbolta að hann var bestur á æfingum? Já. Það var þannig sem ég myndi því að hann Var hann á öllum æfingum? Eða tók hann þátt á öllum æfingum? Já, hann ég man þetta hátt hann alltaf rosalega erfitt með að hætta að spila og eitthvað svona en ef hann hefði getað hreyft sig og hlaupið meira þá hefði hann sannlega getað að spila þarna og verið bara eins og hann Kekits. Algjörlega. Fengum minn aðsetta spurningar á þjálfara í deildinni Say no more. Hún langar að spyrja þig hvað við heima það segja í bestdeildinni getum gert betur með erlendis og þá hann að tala sko fyrir utan völlin þá hann að tala greiningar, æfingatími, fleiri sjúkraþjálfara, nuddara og svo framvegis. Basically allt fyrir utan leikmannahópin. Já, þess að nú hann inni að þetta heldur góð spurning þessi verðmæta sköpun, hún verður náttúrulega langmest í þessum í góðu innra starfi og ég held reynilega að og það þarf ekki endilega að kosta svo mikið en mikil nálað við þjálfarna meiri effektivitet út af vellinum og eins og einhver, held að vera Óli sem var að tala, það var einhver sem ég heyrði hérna hjá einhver daginn var að tala það hennilega að ná að auka intensitetin og það sem maður kalla fyrir það sem var fæslur í æfingum og svoleiðis að það gæti hjálpa mikið og svo held ég að reyna að komast frá því að allir þjálfari að vera einhver taktískir genýr og að geta þjálfa leikmenn aðeins meira lokalt, að hjálpa þeim með hvað er þeirra hlutverk og hvernig fáum við sem mest út úr hverjum einu leikmanni og þá myndum við líka sleppa við það að það þurfa að kaupa eða sækja svo óbærslega mikið að leikmannum fyrir eitthvað sem hafa gert en í staðinn fyrir hvað er að gera. Sko, mér langar að spyrja einni mjög opinu spurningu en heldurðu að Íslands lið eða þau myndu bara gera allt rétt getur íslenskudeildin og allavega einhver íslenskt lið orðið sambarilega við þessi lönd á Norðurlöndunum sem búin að tala Íslensk lið geta náttúrulega aldrei orðið eins og toppliðin á Skandinavíu vegna þess að það er bara svo mikið annað tekjustreymi er svo stórt á öðrum
hlutu bara eins og áhorfundum og umhverfið bara allt öðruvísi en ég held eins og vera að ef að Íslands lið myndi reyna að maximera sína möguleika með því til að spila ungum, vera mjög sniður í því að taka íslenska leikmenn sem eru að toppa ferilin bara í íslensku deildinni í því liði, í því umhverfið með ungum og jafnvel að svona menn sem að koma tilbaka á ratunum að krydda því með því að þá held ég að þú færir það flæði í ganga, þú getur selt unga leikmenn og ert að spila þeim og getur fengið þannig innvið að þú þéna peninga á því og sama tíma ná jöfnum árangri í Evrópu og á toppnum að þá held ég að maður geti nálgast það mjög vel og einhvern veginn að það gerist ekkert í einni samningaviðræðu eða þú ætlir að vera svo harður þegar þú sesta samningaborðinu það að leikmenn erlendis að við seljum leikmenn erlendis fyrir meiri peninga það gerist ekkert á einum samningi það þarf að gerast yfir lengri tíma og með meiri bara faglegri nálgun í samningaviðræðunum í hvernig þú selur þýra og prómótar vöruna og vinnur með umboðsmönnum og jafnvel með ákveðna markaði í huga að koma leikmennunum út þá held ég að það væri alveg hægt að íslensk félag getur fengið algjöra sérstöðu á þessum íslenska markaði. Já, svara? Ekki spurning. Lengjan færir okkur yfir í aðra sálma. Já, ég eiginlega búin að vera spenntast að vera þessar umræðu sem við erum að taka núna. Já, ekki spurning sko. Svo erum við að vera spenntir yfir lengjinu líka. Já, sko, málið bara alltaf setja á undir markafjölda hjá leiðilegasta landsliði heims hjá Fraklandi. Já, vel þótt við að vera leitar. Ég sá að Þýskaland spátt var nákvæmlega sami stöðu í gerð. Ótrúlegt. Þetta svo leiðilegt. Já, hvað það? Lengjan ekki leiðileg. Nei, lengjan frábær. Það var eina skemmtilega að vera lengjan verið að segja. Gerir leiki skemmtilega. En ef við förum í starttíman aðeins. Já. Sko, kannski bara byrjum á endanum. Það hérna. Já, byrjum í öfuri tímanum. Já, sko. He resigned in December 23, citing turmoil and division at the club as the reason. Hvað var í gangi þarna hjá Start? Í lokin? Já. Það tengist náttúrulega byrjun. Byrjun bara byrjun, Þú þekkir þetta betur við. Nei, það var þannig að Start náttúrulega sögulega sé klúbbur sem ætti alla möguleika að vera númer milli 4 og 8 í Noregi og hefur unnið deildina held ég 2000 aldrei orðið byggamestar en bara í byrjun 1990 þá voru töluvert að landsliðsmennum á 1980 þetta mjög svona kulturelle flottur völlur, flott landsvæði sagan þarna og en þegar að þeir bera víurnar í mig að hafa samband við mig í fyrsta skipti þá það þannig að það voru sem sagt norðmenn sem höfðu keypt liði og ég held að þetta sé yfir 2 milljarðar íslenska sem að þeir voru búin að eyða í liði bara á nokkuð fáum árum en það var verið þannig að það var verið að gera þetta að félagi aftur bara eins og við þekkjum íslensk félag sem eru bara í eigu félagsmanna frá þessum eigendum og þar kem ég inn og á að hjálpa klúbbnum að stabilisera sig sem bara félag og þegar ég kem inn að það var töluvert af samningu kostnaðirnir voru miklu stærri heldur en tekjurnar og það var að byrja því og reyna að byggja félagi frá þeim tímapunkti og við byrjum á því og förum beint í þetta eins og að reyna að losa út dýra leikmenn fá inn yngri og efnilegri leikmenn og að spila á yngri liði og síðan það sem að gerist eiginlega þannig á tímanum það að síðan byrjar að ganga vel og við sæmilega vel að við erum í nokkuð svona alltaf nálast svo að nutta gekk heila aðeins svo vel að vera of nála toppnum þannig að fólk vildi byrja aftur að kasta peningum á og ég var mjög mótfallin því vegna þess að fyrir það fyrsta þá gátu stjórnin eða fólk aldrei útskipt nákvæmlega fyrir mér hvernig líta tölunar út hver áhættan með því að taka einn þennan eða að hver uppsíða með því ef við seljum hann hvað höldum við mikið eftir hvað getum við endur fjárfest í að penningum hvað fyrir skuldir og þannig að það einhvern veginn þar sem þetta byrjar og ég geng mjög hart fram í því einlega
krefjast svara á því hvernig eiginlega hver eru forsendunar og á sama tíma sem að það voru mjög háar raddir frá fólki með peninga og fólki með svona þessi óbeinu áhrif á klubunum það að þið verða að láta hann taka inn 1 eða 2 af því að fólk vildi taka shortcut og ég var ekki tilbúin að fara með í það og þá verður þetta mjög svona mjög erfitt Þungt, já en ég man ekki alveg hvað last þarna upp hvað var Já, við erum með meira þarna Já, kom ég bara með vegna þess að þetta var alveg lýjulegu tíma ég get þess að ég bara það algjört einstæmi að fleiri þúsund stuðningsmenn standi eftir leik og syngi nafn sporting directorsins og að fólk flikkist á völlin út af einhverju fundi sem vilja hengja upp skilti og þetta varð alveg styrla Nokkrar spurningar var þetta starttíma byrjum á því náttúrulega fáralega gott myndband sem var viral þegar varst í viðtali það sem Magni lét menn heyra eftir sigurstart hvað var í gangi þarna? Það var svona í stuttum máli þá hafði verið læt út af velli þar sem að markmaðurinn okkar hafði svona eitthvað kastað sér niður en hann var hreint og eitthvað svona og þetta var nokkrum mínútum fyrir það síðan það búið að leysa það allt upp og leikmenn haga sér ágætlega og koma sér inn í spilara leikmannagangin og ég stendi í viðtalið þarna og það einhvern veginn þannig að sjónvarsmyndavélarnar vísa bara svona hluta af þessu og svo koma þessi leikmenn inn 2 leikmenn frá andstæðingunum og þessi markmaður og þeir haldi eitthvað áfram og er eitthvað að kýtast og maður sér það sé alveg mögulega að það verði eitthvað vesen þarna og það stendur alltaf mikið af vörðum sem eiga bara heila að sjá til þess að leikmenni fara til hægri og fara til vinstri og þeir eiga ekkert að vera þannig að tala við hvern annan og ég er búinn, ég veit ekkert hvernig þetta lítur út það sem að þú ert að vitna til þess ef maður sér þetta frá stærri myndalum þá er fullt af fólki í kring og ég er búin að vera að biðja fólk bara að taka það bara í sundur farið bara inn með hann þetta var engin ástæða fyrir þá til þess að vera að tala saman hann og endanum er markmaðurinn tekin í burtu og svo byrja þessi menn eitthvað þeir sögðu eitthvað við mig þannig ég sagði bara við að drullast inn Já, það var það sem ást að reyna að segja en þetta var eiginlega bara mér fannst þetta bara hálfkjánalegt og þetta byrjaði allt með því að markmaðurinn hjá okkur var kjánalegur hann með því að kasta sér niður Já, sko áðurinn fyrir smá heimaðurinn sem ég vann varandi þetta, sko það er eitt mjög áhugavert sem er mjög áhugavert að spyrja út í hvaða starfsmaður var það sem ákvað að spara heita vatni til að kynda upp völlin og svo þegar leikurinn átti að fara fram þá var völlurinn beinfrosinn í framhaldi og ykkur dæmt 3-0 tap Já, það var þannig að við vorum Þau voru svona slæmar Já, það er náttúrulega alveg ótrúlegt en að ég held að ég sé allt með fyrirvara held ég sé að það átti að kosta 2-3 milljónir held ég að hitta völlin í vikuna en það var einhvern veginn þannig að það voru einhverjum ég kom ekkert nálægt þess en satt á fundi þar sem þetta var ákveð það er náttúrulega vallastjóri og fólk sem að þekki völlin og grasi miklu betur heldur en ég hef ekkert verið að skipta mér að því hvernig uppbytunin er en það var einhvers stað tekin ákvörðun það að setja ekki vatnið á og það var einhvern veginn þannig með þennan völl að við skildi þetta rétt að vatnsleiðslurnar voru eins og þetta að vera á grasvelli það eru lengra undir vellinum þannig að þú þurftir að setja þetta í gang það var ekki að setja bara í gang og svo það tæki þetta nokkra klukktíma þetta tók einhverja daga að það færi að hafa áhrif á völlin og síðan var bara milt og fínt veður en ég man eftir því svo ógeðslega vel að þeir eru á leiðinni niður á völl og heldur leikurinn sig klukkan 6 eða 7 eitthvað að það er alveg heiðskýrt og það er ekki kalt en maður sér bara svona stjörnunar á himninum og maður getur orðið kalt í kvöld þegar kemur niður á völl og síðan er ég bara þarna í göngunum eitthvað á skrifstofunni og með einhverja gesti og eitthvað að spjalla við fólk fyrir síðan niður á leikmannafundin og síðan man ég eftir labbin í klefa og er þar eitthvað aðeins og svo þegar leikmennir eru svona rétt áður en eru að fara út í uppbytun og þá labba ég út úr klefanum og út á völl og þá bara þá sé ég þetta bara þegar ég labba út ég sé dómarana svona frá göngunum út af miðvelli og það var ekki búið að opna völlin, það var ekkert fólk komið inn það var það var á þeim tíma allavega ekki á móti og ég sé bara dómarana standa að sparka í grasið og eitthvað svona og bara þegar ég labba út að það bara sé að það er svona malbygg rétt á hann að maður kemur að þetta bara
Nei, það var bara það var einhvern veginn svona kvöldfrost sem að bara Og dómarinn sagði bara óleikafur völlur. Já, þeir gengu í töluverðan tíma og svo kallaðir okkur inn og ég fyrir inn á fund og dómarinn var mjög vegna þess að þetta var átt að vera svona aðaleikur í TV2 og það var töluvert af kamerum og það voru sögursagnir það að Jonathan Braut Haaland hafi borgað fyrir stundin sem að brýna niður þeir komið með fleiri 100 manns sem voru að koma völlin þannig að þegar við komum inn í dómaraherbyggja þá sér maður á dómarinum að hann átt að sá því að þetta sé helling sem að undir og hann býst svona forláts á því að hann þurfi bara tilkynna okkur það að hann get ekki sett í gang lengin út af þessum velli og það snýrist eins og ég skildi hann og þá var það ekki það var í lagi eða það hefði gengið að spila á grasinu en hann gat ekki tryggt öryggi leikmanna á við skiltin og ef þeir myndu renna út af og það skilji að þar væri allt og hættulegt að vera. En er ekki rétt skiljið okkur bara út af þessu að þá náttúrulega kemst starta ekki upp í eftir deild? Jó, áttum ekki möguleika að spila umspilið og það var enginn sem trúði því við förum út úr dómaraherbygginu og það einn annan fundi með Brýni held ég og fleirum og það voru allir á því þannig bara í nokkra mínútur eftir þess að það var varavöllurinn okkar var upp í CN það sem að Ott spilar að það voru allir einhvern veginn á því ok, hvernig getum við farið til CN og getum við spila á morgun og einhvern veginn svona og síðan þegar komum aðeins út af þeim fundi að þá var það bara þannig að Brýni var búin að átta sig á betur á reglunum í kringum þetta og eru bara að pakka og eru bara konið út í rútu og þurfum ekki að spila en leik spiljanleika morgun eða taka 3-0 sigur tökum 3-0 sigur og svo var þetta var alveg krist vegna þess að við vorum með við hefum sannlega ekki komist í það en svona raunveruleika sjónvarp á okkur allt þetta höst og við vorum með myndaölarinn í klefa og það var þetta sem sagt staðarblaðið var að sína frá því þannig að þetta var náttúrulega bara einhvern veginn sturla það síðan bara labba maður upp og þar situr bara framkvæmdastjórinn og segir að hann hafi tekið þessu ákvörðun og hann átti sig á því og í staðin fyrir svona sem maður sér í bíómyndu þetta er tilengstaðar á teipi sko að svona fólk kasta dótinu sinna á skrifstofunni í bananapoka ekki bananakassa, en þá var hann með svona 2 bónuspoka sem var að tína dótið sitt í og áttaði sig á því að það væri hans síðasti dagur. Já, ég myndi halda það sá aðali sem tók þessi ákvörðun, hann er ekki að vera að starra þarna mikið lengur. Einmitt, og kannski bara til að slúta þessu sko, einmitt það er yfirlýsingar á klúbbnum innan formaður félagsins, kóngurinn Magnús Skísland segir að ekki hefur lengur verið forsendur fyrir hendi til þess að samstarfi gæti haldið áfram og því hefur verið sameiginleg niðurstaða að slíta því núna. Mikil innanfélagsátök hafa verið á start undanfarnar vikur, sérstaklega eftir að félagi klúra allar möguleikanum á að fara upp og þess vegna var ákveðið að fara í þetta, ég meina, en af hverju ákveður að ljúkast, hvernig endaði þetta svo? Ja, þetta endaði náttúrulega eiginlega með því að það var búin að vera ákveðnir hlutir þarna allt sumarið og hausti fyrir og þetta var orðið ofboðsleg pressa á ég upplifði að ótrúlega stór hluti stuðningsmanna var mín megin og það er þess sem ég fer út bara með þessa yfirlýsingum það var ekki möguleiki fyrir mig að það voru eitthvað forsendur að halda áfram því starfi sem ég vildi gera vegna þess að ég vissi ekki nákvæmlega hverjar forsendurna væru og það sem að gerist núna bara í síðustu viku að klúbburinn er seldur aftur til fjárfesta. Einmitt. Eru þið búin að ná þá að leysa þessa fjárhags erfiðleika þá eða? Já, tímabundin. Já. Ok, klart. Herri, við erum konir í riddarspurningarnar. Þú búið að veisla? Þú búið algjör veisla. Rindar sko, ég segi veisla, en riddarspurningarnar við fengum svona 700 spurningar, sko, ég er ekki að grínast. Nei, það er hönnuðustinn. Riddarspurningarnar er í boði, David Jones. Besta vinamagna. Já. Heilin og bakvið döðlunar. Segja sumir. Segja sumir. Já. Þorvaldur að Magni? Báðir. Já. En þetta eru merkilegar döðlur. Þú varst aðeins að segja okkur að fyrir þátt. Þetta er ekki eitthvað stórfyrirtæki sem að er búið að vera framleiða þetta í... Nei, eins og ég skil þetta var þannig að það voru ekki döðlu sem ég sagði, Freyr var alltaf að spyrja Þorvaldur var alltaf að spyrja eitthvað svona hvað væri sniðut í Svíþjóð og eitthvað svona og þá hafði ég smakkað einhverjar bönir, þurrkaðar bönir eitthvað sliðis og sagði honum frá því og hann fór eitthvað
og ég kom á fundi með þeim sem var með þetta, ég hringdi bara beint í mannin og sagðist vera með í Íslandi sem hefði áhuga að selja þetta og þá sagði hann allavega, hann væri nú ekkert stór, hann væri bara bóndi fyrir utan Stokkólm sem væri með þetta, en hann var alveg til í að taka fund og restin bara svo saga sem Freyr að skrifa á Íslandi. Hann nefnilega að skrifa nokkur einasta degi sko. Þetta að tröfli. Þetta alveg ógeðslega gott og döðlurnar ógeðslega góðar en óbærslega góðar en þeir eru með helling annað sem alveg ekki. Gaman þegar gestur getur bara tekið auðlýsingar fyrir maður. Já, það heldur gott. Sko, hvernig varstu sagan þegar Þetta er riddarspurning. Já, þetta er allt riddarspurning og Jón Bott spyr og ég og Íris. Hvernig varstu að segja þegar ég, Magni og Gils okkur var hent út af Thomas Brolin bara í Stokkólmi? Já, það er náttúrulega eitthvað höruglegasta sem ég sé sko. Við vorum í heimsókn hjá Sigga Jóns og í svona, hvað verknámi, heitir það ekki það? Jú, verknám, já. Sem við tókum í íþróttafræðinu og þar var náttúrulega Siggi var náttúrulega að vinna hjá Djurgården og það eins og næturlífið í Stokkólm og svona að verðt í kannski hefur ákveðin samband og svona að koma einhvers staðar inn og þá var held ég að Siggi hafi hjálpað okkur að fá inn á, ég man ekkert hvað þetta hét, bara sem Thomas Brolin var með en þið get ímyndað ykkur þegar svíin kemur inn á þess að hafa drukkið dropa og við komum þarna eftir að vera á góðum íslenskum Bender á veitingastað og fengi okkur nokkra og svo eigum við eitthvað að borða þarna og svo komum við inn og tillum okkur og einhverju svíjar sem sitta á borðinu í hliðina sem að fá svona fært kampaðinsflösku sem var helvíti stór og þeir voru helvíti vígalegir þarna að það verða bara þannig að Jón tegir sig í flöskuna, rífur hann upp, rífur af henni tappan og svo bara sprautar hann yfir staðinn. Eðlilega. Er hún ekki til þess? Já. Svo held ég að staðnum að verið lokað fljótlega eftir það. Já. Það er þetta, svona, ég talaði um þetta áður í þáttunum, sko, en það er ekkit grín að komast inn á skemmtistæði ef maður er búið með þetta og kalda, sko. Nei, þið getur bara ímyndað eitthvað það, ég bara skil ekki hvernig við komumst þarna inn og svo getur maður kannski átt að segja á þessu mómenti þarna að þessi menn sem að sátu við hliðin okkur voru að kaupa sér þessa flösku, þeir voru sannlega ykkur allt öðru ástandi heldur en Jón allavega. En svo fá stuðningsmenni, þeir fá frípassa, þeir eru mökkar á völlunum eða ekki? Já, það sá bjór sem er seldur á völlum í Svíþjóð er bara 4,2% og 3,5%. Það er ekki seldur en eins og það er náttúrulega bara búið að byggja upp eins og allavega í Stokkólm og Malmö og Gautaborg og svona að aðgengi þetta hefur ekkert bara með áfengi eða bjóra að gera en ef þú ætlar að fara á Friends-aréna í Stokkólm þá er Mall of Scandinavia bara við hliðina á. Þannig að þú getur farið á fínt dinner date, þú getur farið í bíó, þú getur gert hvað sem áður að fara á völlin, þannig að þetta er ekki bara eins og ef þú ert allir með þess að fara nú er ég bara í ímyndunum heima ef ég ætla að fara á Kaplakrika í kvöld að horfa, ég hef ekkert annað að gera í Kaplakrika en að fara á leikin. Getur ekki bensín á hliðina? Já, þú getur ekki fyllt af bílinn en það er svona búið að gera vellina miklu skemmtilegri. Já, algjörlega. Er GG með besta vinstri fót sem þú séð? GG? Spyr Guðmundur Guðjóns. Já, hann er mjög nálægt Ingo Sig. Orri Rafn, er það satt að Magnús kallaður den íslenska tjören í Svíþjóð fyrir styrk sinn á dugnað? Íslenska? Sko, tjören, nú vantar mig framburð. Sjören. Nei, það held ég hreinlega ekki, það er meira eitthvað með vulkan og líknandi. Þannig. Hvað er sjören? Ekki nöyt? Ég hef ekki hugmynd. Ætlar hann að endurvekja Krílu og Kroppasælu þegar hann kemur aftur heim til Íslands? Já, það var ekki vitlaus viðskipta hugmynd að endurvekja það. Hvað er Krílu? Þetta er lúusjópa sem foreldrar mínu voru með á Ísafirði, svona nætursjópa sem var opinn bæði á daginn og á nóttinu þegar voru sveitaböll á Ísafirði. Það var Kroppasæla, var svona einhver langloka með nautakjöt og hakki sem var alveg hróðalega vinsæl. Já, hljóma vel. Og margir Íslendingar tengja við held ég. Nei, Ísfirðingar tengja við. Hefði Þorvaldur Freyr Döðlukongur náð langt í íþróttum ef hann hefði ekki verið húðlatur aumingi? Elís á strúttur. Elís. Á strúttur.
Þetta reyndar annar en Nei, hann Strúktumenn harðir. Hann Ég held að þetta sé GG sem með þessa hann ekki náð sérstaklega langt hann vantar allan svona hvað kallar maður fyrir svona instinkt og vilja að hjóla almennilega menn. Hann flottur í gólfinu bara. Hann fínn í gólfinu, það enginn ógnónum sko. Góður í gólfinu og dölunum. Hversu erfiður var annar flokkurinn hans í HK, spyr Ómar Ingi? Þjálfari meistarlóks HK í dag? Já, Ómar Ingi, hann var ekki erfiður, hann var alveg geggjaður en það var svona fyrsta alvöru þjálfarastarfið mitt þannig. Það voru með marga flotta leikmenn þar sem hefðu eiginlega átt að ná lengra held í margir aðeim. Já. Er það rétt að Magni Fannberg hafi fengið rautt í leik annars flokks fyrir að tekla aðstæðingi hnið sem var að fagna marki? Já, ég held ég að fengið rautt spjald á Sauðárkróki einhvern tíma fyrir að sparka einhvern móterja sem var að setja á okkur 3. eða 4. markið. Ég held að það sé rétt. Ég hef aldrei séð þetta. Ég var eitthvað pyrraður á það. Já, gaf með það. Besti meðlegandi sem þú eru haft? Já, það er Þorvaldur Freyr. Ég sængaði með Þorvaldur einn af, ég held að við höfum búið og sofið í sama rúmi frá því að vorum 16 til langt inn á 30-aldurinn. Og þið er mjög náið samband. Já. Á íslenska deildin að vera meiri þróunardeild fyrir unga leikmenn? Alveg klálega og við höfum að hætta að tala ég meina bara ef þið horfið á norsk toppfótbolt og bara manni ekki hvað sænska deildin hafði sett sig fyrir markmið en í Noregi til dæmis bara 20% spíltími á leikmenn 21 og svo yngri og það sem íslenska deildin á að gera er að skoða bókaldið og sjá hvaða leikmenn eru að selja út sem að fá meistarlókstíma, hvenær seljast þið fyrir mestan pening og svo er bara skilgreina vissan aldur og ég held að íslenska deildin til dæmis að krefjast þess og þetta vera peningar í boði fyrir þau lið sem að prósentulega spila mest á leikmennu sem eru undir 19 ára aldri. Það væri töff hvað. Það var geðvægt. Langar að vinna á Íslandi? Spyr Sverrir hjá Kontakt fyrirtækja okkur. Eins og ég sagði á hann það gerir svolítið vont í að ég er náttúrulega ekkert annað bara heila sveitastrákur frá Ísafjörðu og mér finnst ég alltaf að vera heima þegar ég er nýri furugrund þá er ég heima og svona en mér líður bara eins og ég sé svíi og þegar ég hitti pappamenn og svona aðra Íslendingu og eitthvað svona já óbærslega erfitt með að sjá að ég eftir að búa á Íslandi í framtíðin en kannski að vera með annan fótinn á Íslandi eiga íbúð eða eitthvað svoleiðis hérna þess að ég verð náttúrulega alltaf Íslendingur en ég ábærslega erfitt með að sjá mig fyrir mér vinna við fótbolta á Íslandi. Já. Lára Fannberg spyr hvert er þitt uppáhaldsbarn? Það er Markus og Lára, það er ekki hægt að gera upp á milli þeirra og það er einn stelpa og einn strákur. Ég held að það ætlaði í Markus fara fyrir að hún var að spyrja. Nei, það byrði að sofa út í dag. Hvert verður næsta liðið eftir Norrköping? Spyr Einar hjá Lengjunni. Þegar ég vill ekki, ég hef alveg ákveðin það hefur alltaf verið óbæðslega háður, fjölskyldan er í Stokkólmi og þau vilja kannski ekki heyra en ég menna börnin mín þekki ekkert annað og við sem fjölskylda þekkjum ekkert annað en að vera foreldrar í Svíþjóð börnin mín sé óbæðslega sænsk og er í skóla og líður vel og ég hef átt mögulega að fara til Ameríku mér var boðið að vera aðstoðar CEO og með sportslegt íþróttansvar í Championship klubbi og hefa átt hellingsmöguleika út í Evrópu þannig að ég er eiginlega bara svona pétur í að börnin svona komist til manns og svo leiðis og svo tökum þetta þann og sjá hvað er í stend. Er það rétt að það eru engin biðlistar á leikskóla í Svíþjóð? Nei, já, það er rétt. Það er ekki alveg þannig hér sko. Nei, það er og það er eitthvað rétt að með síðan. Þeir þurfa alltaf að taka við börnunum, já. En síðan getur ekki kannski að fengi leikskólinn í götunni. Nei. Hvað lærir mikið af Selko og HK? Er hann yngri flokka þjálfara legend? Já, það var mikil meistari. Ég hef lært af ótrúlega miklu, allt frá Trausta Hrafnssyni sem held þessi sjúkraþjálfari bara svona fyrirmynd þegar ég var ungur. Selko Sangaði þeirna fyrstu, hann kom á Ísafjörð til að byrja með þegar ég var þar. Alveg hrikalega mikið af að tala við hann, Gunnar Guðmus, Sigga Jóns. Já, þetta sé þeir Íslendingar sem er lett mesta. Já, sko
það fylgir með spurningunni hérna, þjálfaði hann ekki Modric og Kovacic rauðu stjörnuna og í framhjálpi var hann stundum að spila ekki með markmann og í hápressu. Já, það kom fyrir og hann var með alls konar hugmyndir sem að og bara, þú veist, hjálpfræðinni og hún spáði því strák að voru að tala bara, þú veist, að vera sagt, í grasrótastarf, hann kemur á Ísafjörð þá held ég að ég hafi verið svona, eitthvað skrýðin í meistarlokk, hann var að þjálfa held í meistarlokk Ernis, held að þetta við heiti á þeim tíma þess að kallinn var í því að þú veist, að það var útilaup, það voru styrtaræfingar og svo stóð hann í sundhöllinu þetta voru, þú veist eitthvað menna, þetta voru einhverjir bændur og menn sem að gátu ekki neitt í köldum og heitum böðum að þetta fara inn í gufuna í hérna, eina mínútu og svo að fara í ískalda styrtu og svo að hoppa í pottin og svo að hoppa í sundlaugina hann var með helling í sínum þjálfaraðaferðin sem áttu bara ekkert heima á þessum stað. Ég get alveg trúa því að þú er búin að þjálfa Modric og Kovacic að það var glærvitt að fara í Erni. Já, það var alveg mjög sérstætt að standa út af velli og dansa og það var alls konar hluti sem hann var að gera sem maður sá seinna var gert út allan heim. Já, klart. Top 3 bestu þjálfarar í sögu Íslands. Sæll þessi góð. Guðjón Þórðarsson og það verður ekki tjá því komist og ég held að það er erfitt að átta sig á öllu eins og með heimi og hvað þeir eru að gera en mér finnst óbúðslega leiðilegt þegar maður heyrir svona smámun Guðjón Þórðarsson þó að það hefði verið fullt af hlutum sem að kannski hann hefði viljað gera betur og hefði geta verið betri á honum í lokferilsins og það var það náttúrulega bara langstæsti þjálfari sem við Íslendingar höfum átt. Aðeir íslenski þjálfari, ég bara hreinlega, já, það er erfitt að komast. Ef að setja nummer 1, 2 og 3 eða? Já, Guðjón Þórðarsson er 1, 2 og 3. Það er vegna þess að ég held að við áttum okkur ekkert á því að þú veist það sem hann gerði náttúrulega sínu tíma, hann var svo drífandi í fullt af hlutum að því að ég hafa bara heyrt sjálfur leikmenn hans tala okkur svona og svo síðan bara sá ferill sem hann á í Englandi, ég held að það er enginn sem á séns á að gera það og svo nema þá kannski að ef að Freyr er að byggja á það sem hann er að gera núna vegna þess að allir aðrir eru bara hreinlega langt á eftir. Myndi maður ekki setja til að hjálpa honum aðeins jafnvel Freysi og Heimir Hallgríms? Jú, Heimir og Freyr sennilega við hugsaum á það hvað störður eru að fengið og hvað þeir hafa gert og síðan eða þið kannski gleymið tveimur hérna sem eru Teitur Þórðarsson. Já, við erum svo ungir sko. Já, og Óli Kristjáns vegna þess að það finnst mér líka leiðilegt að stundum að heyra eins og Óli Kristjáns sé ykkur rísæðilega sem að kann ekki neitt, kannski maður sem er á þeim staði í lífinu að hann í dag, hann er orðin aðeins eldri, hann er búinn að vera erlendis, hann er ekki á leiðinni neitt og ég finnst það alveg ótrúlegt ef að eitthvað af þessum stærri félagum í Íslandi hefði ekki áhuga á hans starfskröftum vegna þess að hann gat sér veldið gott orðspor í Danmörku og ég veit að hann talaði ekkert það sjálfur að ég fengi fullt af samtölum Óla Kristjáns fyrir 2-3 árum frá toppklubum á Skandinavíu, hann hafa kannski sjálfur að tala það seinna hjá hvað liðum hann hefur verið í viðtölum eða í samtölum við. Algjörlega, ég verð að hamra þarna að þú talar þetta, það hlýtur að koma þér þá óvart talað svona Óla Kristjáns að hann var labbandi götunar en atvinnulegs og endaði svo með fullu vinningu í kvennabolta og ekkert lið sem vildi taka hann. Já, ég veit ekki, ég hef ekki talað það við hann og það getur vel verið að það passi honum best að gera þannig en að gera þetta þannig svoleiðis en ég veit að Óli hefur bara svo fyrir það orðspor sem hann hafði og svo getur vel verið að segja Óla eins og ég var að sagði sjálfur að það sé kannski erfitt fyrir hann að aðlaða sig sínum starfsháttum á Íslandi og í íslensku umhverfi þannig. Eftir að vera líka út í Danmörku og svo framvegis sko. Já, og síðan er það Teitur Þórðarsson og þar má ekki bara svona einfalda staðrenda að hann hafi tvísa sinu þjálfa sportsklubin Brann frá Bergen það er alveg ótrúlegt og þar er hann algjör legend og Brann Bergen er ekkert öðvöld, þetta er einn af allra stærstu klubunum á Skandinavíu og gríðarlega erfitt starfsumhverfi þannig að hann hafi verið það tvísvar held ég eitthvað sem ekki nokkur Íslendingur gæti leikið eftir. Var hann ekki með íslenska landsliði líka og hann ekki með MLS og Lín Já, við erum að sofa þessum gæðir sko. Við erum alltaf að tala með Óskar og Arnar Gullus og þessi gæðir eru búin að gera þetta en ég held bara það er ekki til að tala niður Íslendinga eða íslenska þjálfara eitthvað svona
ég myndi vilja sjá menn leika minn feril eða Teits eða Óla eða Freysa. Klart. Guðja. Klart mál. Bónus, þeir eru með, ég var að tella þetta saman daginn, ég held sem 33 verslanir alland, meðal ein góð á Ísafirði. Sko, já, svo fólk finnst mér svolítið að gleyma vegan úr alveg þar, það mjög... Það gleymast í umræðinu. Já, það nokkuð mikið og gott, en sko, í framhaldi af því sem við rættum aðeins fyrir þátt, Magni, sko, talað taktík. Hvert þitt uppáhalds leikkerfi? Mitt uppáhalds leikkerfi með réttu leikmönnum eru 4-2-3-1. Já. Hvernig bolta viltu að liðin spili? Flæðandi sóknarbolta. Samba Boltinn, já. Og reyni Anna, hvernig var að starfa sem njósnari fyrir íslenska landslið? Það var bara mjög fínt, en komur kannski svolítið á svona tímabili sem ég hafði óbærslega mikið að gera, en það var bara ótrúlega fín reynsla og gaman svona að kynnast aðeins Erik Hamrén og því sem að Freys og þeir voru að gera og fá svona aðeins kannski að finna aðeins fyrir þessum leikmannahóp sem Ísland var með. Þeir voru náttúrulega töluvert nálægt þessu. Grátlega nálægt þessu. Mér finnst menn vera að tala þjálfar, Erik Hamrén reyndar ekki Íslendingur, en mér finnst hann gerði frábær hluti með landsliðið, sko. Já, geggja hluti og hérna og svo bara, þetta bara óbærslega erfitt þetta með kynslóðaskipti og þeir eru tölum svona stefnu og strategíur og svoleiðis að það ekkert örfisi með KSI og ég held að maður eftir kannski að reyna að læra því þessum tíma sem maður var þá að maður fer maður aftur inn í svona tímabil með svona leikmönnum að maður gerir betur í þessari transition yfir í að það þurfa að skipta út leikmönnum vegna þess að maður lendir oft kannski þjálfarar bara í félagslega og í landsliðum að þú lendir kannski í því að hanga of lengi á liðinu sem að verður þess valdandi að þú lendir í krísu eftir á. Ég er með eina spurningu sem ég held að sé bara nokkuð góð, við erum búin að tala um íslensku deildina og svo framvegis, en við horfum á KSI, horfum á landslið, A-landslið kalla sem að maður fylgir svona helst með persónulega. Eigum við að horfa á landslið eins og þú ert að tala um að vera með spila á, auðvitað ekki ungum uppöldu leikmönnum, þetta allt Íslendingar, en ungum leikmönnum þá er að tala um, við erum með Åge og Ræti sem þjálfara, finnst þér við kannski mögulega að vera þarna, að vera í vinna á attitúti frekar heldur en að vera reyna að byggja upp einhverja nýju kynslóðir og svo framvís? Nei, við þurfum náttúrulega að komast tilbaka þess sem Arnar og kannski ég var lent svolítið er þetta, þú veist að við viljum bara fá úrslitin strax og svo lendir fólk einhvern veginn í því að vera að faðma eftir einhverju í myrkrinu og reyna að kopía það sem var gert áður, en ég held að sé þeir eru náum allavega að stabilisera ástandið og þá er það náttúrulega alltaf starfi landsliðsþjálfarans er að vinna landsleikina en á sama tíma getum að síðan svona í innviðnum niður í KSI kannski unnu mjög hart að því að hugsa til þess og svona identifiera, finna hvaða leikmenn hver er næsti maður og sjá til þess að þessir ungu leikmenn fái líka það verður, ég er ekki að tala um að vera með eitthvað ungmennastarf í landsliðinu að það er bara að spila ungu leikmennum en að við eigum að geta séð til þess að þessi transition og öfugóngin transitionum frá ungmennalandsliðunum yfir í A-landslið að hann gangi auðveldari fyrir sig að þeir fái kannski að kynnast og vera nær eins og leikmönnum og átta sig á ferlinu og allt þetta vegna þess að þegar landsliði fer í landsleiki þetta er aðeins meira en að spila bara leikina, þetta er að átta sig á hvernig er að ferða svona, hvernig er að taka þátt í þessu, hvernig eru fundinir og því meir sem að maður getur auðvelda þessa yfirfærslu yfir þetta og að þessir hæfileika ungu leikmenn kom inn og þurfi sem minnst að vera að spá í þessum hlutum og getur svona einhvern veginn bara beint byrja að gera hlutina út af velli á þess að þurfa að vera einhver svona smá óvissu þarna og að leita hlutunum að þá held ég að við getum hjálpað þeim í þessu transition með ákveðnu verkferðli á bakvið. Klart. Ekki spurning. Við erum að detti í hraða spurningarnar. Ein þar á undan. Helstu áhugamál utan fótboltans? Ég er náttúrulega sjómaður. Ég er með pungabrúi á sjómannsættum þannig að ég hef mjög gaman að því að vera á bát. Út á vatni og síðan er það bara þetta mikið áhuga sem hefur bara komið á seinna ári svona garðirkju að slá gras og rækta garðin heima en annars er það bara út að hlaupa og vera í ræktinni og íþróttinu.
Öfundu að finnast garðirkja skemmtileg Að slá gras sé skemmtilegt, já, mér finnst að það virðingaverst Það alltaf að slá gras, já. Frumeri, allir með 7. staf drífa sig í skoðun Já. Statt. Og já, það nú ekkert flóknara það Svo eru saðanspurningarnar í boði Kemi og þau voru bara með stutt skilabóðan í Kemi Já. Vil bara minna á Tjörur Hinsen Hann öflugur og góður til þrefa á öllum ökutækjum Fælugóður sko. Já, og kannski líka sem sagt, þeir eru náttúrulega með öll leysiefni fyrir hérna, ef þeir eru að fara eitthvað út á land í húsvagnum í sumar þá Er þið með Tjörur Hinsen líka fyrir gúmmístífil? Já. Þeir eru ekki með nema einhver 16.000 vörunúmer hana Það er ekkert sem er ekki til í það Ég þurfa að segja Þorvaldi frá því vegna þess að hann var mikið að leita bóthreinsi fyrir gúmmístífil þegar hann var yngri Ég tekið sér þetta Þorvaldur hlusti sko, hann er Þorvaldur beint í Kemi Mér líður eins og að sé einhver saga hana góð saga Herriði, það er hraðaspurningar Magni, ertu komin í stellingar? Já Liði í ensku Liverpool Staddur í bónus og ertu að fara að vesla þér fyrir sérrétt í Eldhúsinu Í hvað leiður? Endri gótt Það var gott Uppáhalds staður í heiminum? Stokkólmur Uppáhalds knattspyrnumaður of all time? Zidane Kaffi eða síkó? Hvað segirðu? Kaffi eða síkó? Kaffi Sumar eða vetur? Bæði, hásumar og hávetur Túr og tógara eða strandviðbútt? Hvorugt, ég held ekki sem gjörsamlega ég held að ég er sendur í land með þyrlu mjög flott ef að mér er eftir út á íslenska hafið Ískaldur bútvar eða vinglas frá Maison Westman? Eftir að hafa verið hérna þá var það alveg klárlega bútvarinn á Íslandi en ég þarf að hafa með mér aðeins út annars drekki mest vín Þjálfari eða knattspyrnumála út æfina? Knattspyrnumála CR7 eða Messi? Hvað segirðu? Já, Messi, alveg klárlega Það kom við ljóst fyrir þáttar Það var bara að loka spurningin Eitt ráð til ungra og upprennandi þjálfara? Það var það sem ég var inn á áðan að hætti þessu taktíkrugli allt snýst management og reyna að smíða þetta frá bottom up að byrja út á velli með hugsuðum leikmennin ykkar, það eru þeir sem að munu öndunum skapa taktíkina sem eru með. Þurfa allir þjálfar að vera með manifesto hvernig þið vilja spila fótbolta? Nei, vegna þess að það þarf að vera breytileg vegna þess að ef að þú ætla bara að vera þannig þá þarftu að þjálfa Manchester City eða Real Madrid í þetta. Já, sem er brekka. Það er erfitt. En ég held að segja þú þarft að hafa ákveðnar hugmyndir hvernig þú vilt hafa hlutin og einhver prinsip en þú þarft að horfa á leikmennina vegna þess að þú getur ekkert verið með tekið sundur Tesla og síðan hugsa ég vil bara byggja Volvo en það er þetta þú ert með þetta til þess að byggja það er ekki hægt. Þetta er frábær punktur. Magni Fannberg, takk kærlega fyrir komuna, frábært að fá þig, geggjaður þáttur. Hafið það gott kæru hlustundur. Takk fyrir mig. Og gefa ykkur einhvern á Spotify. Já, takk.